Anna Piesu Hvað í gangi? Oh my god, eyru mín sko. Anna! Ekki það Ég held að þú hafi kallað á alla hunda í svona 200 metra fjarlægð sko. Jú, verið all hjartalega velkomin í sjöunda þátt okkar áhugavalda. Wow. Í dag, Sem við tekjum upp nála páskónum. ójá, í dag er sérstakur heilagur páskaþáttur okkar áhugavalda. Guðspjalli skrifar Guðspjallamaður Mattías Er það ekki Mattus? Ég veit það ekki. En já, verið hjartalega velkomin í sjöunda þátt okkar áhugavalda í þennan heila páskaþátt okkar. Heilaða páskaþátt. Við erum svo heilu í dag. Mjög heilaður. Við erum með smá sérstakt í dag. Heldur ekki bara að Ari hafi keypt fyrir okkur 2 ógeðslega cute páskaegg númer 3 Krútli páskaegg. sem við ætlum að opna hérna í þættinum. Og hann er búinn að print út er ég ekki alltaf í lagi það sko. Bilingual queen. Það er svo mikla ensku alltaf. Já, og við erum slettu queen sko. Þannig að hún er búin að prenta út fullt af málasáttum hérna sem eru fallega settir í skál hérna fyrir framan okkur. Jöp. Get ekki beðið þetta að lesa á. Nei, Við ætlum að pæla eins í þeim og rýna í þetta. Rýna í þetta, skoða það eins. Þannig já, þessi páskaþáttur mun bara snúast það, við ætlum að segja ykkur nokkrar. Tala um páskana bara Við ætlum að segja ykkur nokkrar góða minningar hérna, páskaminningar og ræsku okkar. Mitt. Og svo ætlum við að opna páskaeggin og svo ætlum við að rýna í alltaf þessa málsætti. Ég þarf að kredita mömmu aðeins. Ok, ég ætla að segja ykkur bara systemið. Ég skal setja mynd á Instagram, það sjáu þetta. Það er sérst, málsættir á grænum og málsættir á bláum. Já. Grænu málsættinir, Ari, ég er útskýra fyrir þér. Grænu málsættinir, þeir eru sérst hefðbundni málsættir, bara venjulegir íslenski málsættir. Voru það ekki bláu? Nei, það er grænu. Og það skemmtilega við þetta er það að ég og Ari erum náttúrulega íslensku sénjar eins og þið hafið heyrt. Já. Við tölum svo góða íslensku. Heyru, ég væri 50 sinnum verri í íslensku, ég hefði ekki verið með svona skemmtilegan íslenskukennara, sko. Já, heyrðu, hún var fucking banger. Hún var awesome. Meistari. En það er semst þannig að við ætlum að rýna í þessa hefðbundnu grænu málsætti og reyna að finna út í hvað þýðing þeirra merkir. Við erum að reyna. Já, en bláu málsættinni segast. Þetta eru málsættir sem að mamma bjó til 3 málsætti, alveg sjálf. Mamma hún er reyndar íslensku séni. Hún er rithöfundur og skáld. Hún er rithöfundur, skáld og hún er prófarkales. Enda komin frá Guðrún frá Lundi. Jú. Guðrún frá Lundi. Alveg lóðbeinn kvenleggur. Nei, reyndar ekki. Kvenleggur? Reyndar ekki lóðbeinn kvenleggur. Hvað er kvenleggur? Það er þeirra dóttir. En það er segast Guðrún frá Lundi, sonur dóttir. Ok, allt í lagi. Hæ? Já, einmitt. Já. Vá maður, ég var ekki að ná þessu. En já, segast bláu málsættinari. Það eru 3 þeirra, eru samdra mömmu. Það er fjólblár. Já, þessi fjólblái, hann kom úr egginu á Gunnars. Lagði Gunnar egg? Oh my god, það er náttúrulega ekki hægt, sko. Er hann páskakaninn? Gunnar er í raun hæna. og hinn er bláu páska. Nei, hinn er bláu málsættinir. Bláu páskar? Þeir eru segast, þetta eru svona grínu málsættir sem mamma fann á einhverju Facebook síðu. Ok. Og hún sagði mér að þetta væri mjög fyndið og alveg fullkomið í okkar grín podcast. Þannig við erum með bara hérna, við ætlum að taka bara, þú veist, handahófskent hvort við lemdum að grænum eða bláum. En við ætlum að byrja þáttina á að tala eins minningar og ræsku. Ég ætla alltaf að segja, þú veist, kirkjun á Jesú. Jesús Kristur! Þú horfðir svona... Ég horfði svona intensely. Þú horfðir með svona, hvað segir maður, mormona augum á mig. Hvað? Þú varst með svona kaþólsku augu. Ari, ég er ekki að fatta hvort að tala sko. Svona Erika Körk augu þannig. Hún er sann fucking possessed af djöflunum sko. Það er bara ógeðslega. Heyrðu, þetta var fram. Ok, herru nei, við ætlum ekki að byrja á minningum. Við ætlum að byrja á öðru, Ari. Okkur langar svo mikið að opna páskaeggin og byrja að éta þau, þannig að við ætlum bara að fara í So true. Við erum með fun fact í dag sem er allt svona páskaþema, sko. Já, við erum með páskaþema á áhugaverðu staðreyndunum okkar. Já. Heyrðu, þannig að við ekki opna eggin bara með það. Ég er svona langar að byrja að opna þau, sko. Já, sama hér. Þið heyrið örugglega skrjáf í eggjunum okkar. Ari, ert þú svona eggjabrjótari eða ertu gæi sem að passar þig að brjóta ekki eggin?
Ég get farið both ways, sko. Eða, þú veist, mér bara mjög sama. Ég bara borða eggin. Já, ég brýt alltaf mín. Ég nenni ekki að vera eitthvað að vanda mig við að taka kúluna úr, skilurðu. Hvað kúlu? Æ, þú veist, það er svona tappi í egginu sem að fólk reynir oft að vera vanda sig ekki mikið að taka úr. Já, ég geri það ekki. Ég brýt eggin, sko. There we go. Við mamma vorum aðeins að tala með þetta í gær. Hann þetta datt af, sko. Hversu geðvægt? Mjög næs. Við mamma vorum að tala með þetta í gærari. Hún var að spá í hvaða börnunum byrjaði að brjóta eggin í stæðan fyrir að vanda sig og ég sagði náttúrulega, þetta var náttúrulega bara ég og Brynjar. Við erum miðjubörn, við fængum eitthvað athygli. Þurftum að fá athygli Við erum miðjubörn, við þurftum athygli einhvern veginn, þannig við fórum bara að brjóta páskaeggin okkar. Ég er að grunst þér, ég er fokkjur. Herri já, Ari er búin að brjóta páskaeggið sitt. Ég er ekki bara að brjóta, ég er bara að opna það. Nei, Ari er búin að opna páskaeggið sitt, fyrirgefðu, Armin. Erum við að smaka það, maður? Oh my god. Ertu að fara að taka ASMR, Ég er að brjóta, sko, venjulega fæ ég mér ekki páskaegg fyrir bara á páskadaginn sjálfan, sko. Já. En við erum með svona páskaspecial þátt, þannig við erum að heitu. Við þurfum eiginlega. Þessi kæra þurfum að fá okkar páskaegg. Við erum að fá páskaþátt, skilur við. Vill maður reyna að smjatta ekki ókslega mikið samt, af því að það er náttúrulega óþolandi að hlusta á fólk smjatta, sko. Það er eitt af því sem ég hata, getið þið ekki búin að hlusta á seinasta þátt og getið þið hlusta á mig, segja ykkur að ég hati það í þeim þætti. Ónaði páskaði ekki, þá meðan ég les þessa. Og já, ná mitt á meðan þú lesur. Þessa skemmtilegu staðrindina. Á meðan ég les. Á meðan þú lesur. Á meðan ég lesur. Á meðan. Heyrðu, minn tapið datt líka út, maður. Næs. Heyrðu, það eru eggin í egginu mínu. Það eru 2 eggin í egginu mínu. Hvað þýðir þetta? Tvíburar. Vonandi ekki. I fucking hope not. Holy shit, maður. Paldi að ganga með tvíbura. Heyrðu, það er þetta bara, það er sem hafa gangið. Þeir sem hafa gangið með tvíbura, þú veist, fucking hats off to you, maður. Já, fucking hell. Heyrðu, já, staðræntir, oh my god, við erum afvegalega sinna endalaust. Við erum náttúrulega bæði algjör fiðrildi. Þið verður bara fyrirgefið okkur það. Þannig að á páskaeyjunni. Á páskaeyjunni. Hvað er aftur páskaeyjan? Easter Island, það sem eru svona hausar. Já, ég er að fara að tala um það. Já, páskaeyjan, ég líka. Ekki verðum sömu staðar þetta ég. Hvar er aftur páskaeyjan? Hvar er aftur páskaeyjan? Hvar er aftur páskaeyjan? Ég er að gáða því, maður. Já, tjekka þig. Ok, Easter Island, Island in Chile. Chile. Chile, sem er... South America. Er það ekki langa landið þannig? Heldur að Kella sé ekki með? Jú, það er langa landið þannig. Reynda mjög sérstakt af hverju það er svona langt og eitthvað. That's what she said. God, Anna. Bruh. Þannig að ætlar að segja staðrindina þína. Já, en á páskaeyjunni. Já, páskaeyjunni. Eru 887 styttur, svona hausstyttur. Á þessari litlu eyju sem er þetta sem Moai. Moai. Ég veit ekki hvað orðið Moai þýðir, en þú veist. Nei. Ekki heldur. 800 og eitthvað styttur. Þú veist, hver gerir þessa styttur? Ég veit ekki, þetta er okkur svo skrítið, bara eitthvað, þú veist, það sé bara eitthvað stytt. Það líka voru onni í jörðinni, sko. Já, bara stytta þetta með fólki mikið að einhverjum... Dæng! Ok, ég ætla ekki að borða með þér að tala. Crunch. Jú, þetta er gott páskaegg, maður. Shit! Ok, já. Heyrðari, ég ætla að bara borða restina af páskaegginu eftir þáttinn, hérna, því að ég hættar að fólk að tyggja, sko. Viltu hætta þessu? Heyrðu, fyrsta staðrindin mín, hún er líka páskaeggar. Ari, ég sver til fucking Ingjalds. Hún hljómar svona. Páskaeyjar heita páskaeyjar vegna þess að það var evróskur landkönnuður sem að fann eyjina á páskasunnudegi. Árið 1722 þá fann hann eyjina á páskasunnudegi, þannig að þú veist, þetta skilja hann á páskaeyjina. Fannst þetta ekki áhugaverð staðrind? Jú. Þessi evróski landkannaðir. Landkönnuðir. Ég er að greiðast. Guður, 1722 er alveg langt síðan, sko. Ég ætla að mynda að finna það. Já, ég actually líka, sko. Það er svolítið látt síðan enda, sko. Ég reynda veit ekki hvernig stytturinn var byggðar á páskaeyjunni. Þannig að ég veit ekki Þetta er einhverjar ancient styttur, sko. Já, þá hlýtur einhver að hafa fundið þetta áður en hann Ég meina það var fólk þarna, hann fann þetta ekki. Þetta er svo sannarlega staðreynd. Þú veist, þetta var fólk þarna, það er ekki að finna eitthvað sem einhver bjó, þú veist. Það er rétt. Þetta er bara eins og þegar fólk segir að Kristófer Kólumbus hafi fundið Bandaríkin. Já, nákvæmlega. Fokkin heimskulegt, sko. Ég veit svo hvort að tala um. En herru, næsta þín. Herru, já. Yfir 80% af foreldrum stela nammi af börnunum sínum á páskadegi. Fucking dickheads. Jesus. Það er sann mikið alveg sens ef maður væri foreldri. Guður, ég myndi stela öllu namman af fucking börnunum mínum. Mamma og pappi hafa oft bara, já, hvað ertu með þarna? Vá. Einn bita svo bara. Eru þið öll með sikkur páskaeggin? Við þurfum að smakka því öll rosa vel. Smakka því bita hjá þér. Lof mér að fá allt páskaeggið. Líka þegar við vorum alltaf að borða freyju páskaegg, það voru svartar möndlur í páskaegginu, mannst eftir þeim.
Svartar möndlur. Já, guð, mér fannst það geðið Fucking góður. ógeðslega. Nei, mér fannst það góður. Pabbi kom alltaf bara að kleimaði allar möndluna mínar. Hann bara var lakrís fínt. Hann setti bara höndina svona fyrir bak, bara svona með pappastens, fattar mig, þegar þeir svona rétta höndina út. Já, svona í bílnum, þeir eru svona réttin og geðu með möndluna hann, Kristín mín. Hættu að smjatta. Það var svo gott, sko. Ari, þetta er þig. Númer 2 hjá mér. Í Englandi þá framleiðir fyrirtæki Cadbury, þú veist þannig að Cadbury chocolate fyrirtækið hefur ekki fengið Cadbury? Já, Cadbury. Í Englandi þá framleiðir fyrirtæki Cadbury 500 milljónir kremeggja á ári, svona Cadbury cream egg. Hver er að geta þessi egg? On jokes. Þetta er svakalegt, sko. Og Ertu að tala Cadbury? Cadbury. Ég held að það sé Cadbury, Ó, ég veit ekki maður, þetta er svona cream egg frá einhverjum fyrirtæki. En allavega, þau framleiða Ég veit árlega. hvað fyrirtæki Cadbury Já, þau er með svona cream egg, skilurðu. Svona lítil Ég cream aldrei egg. heitt Cadbury. Ert þú ekki með eitthvað kjátt. Og ef maður myndir raða þessum 500 milljónum eggjum ofan á hvort annað, þá myndi það vera hærra heldur en Mount Everest. Damn. Pældi ekki að fólk konsúmar mikið að Cadbury fylltum eggjum. Cadbury. Cadbury. Þetta er eins og að kalla Burberries, þú veist, blueberries. Hvað er Burberry? Það er Oh my god. Ert þú ekki meini viðbóta? Heyrðu, ég fann bara ekki þrjár Guð, ég fór inn á einhverja vefsíðu Ég ætla að finna eitthvað Jesú, en það var allt bara eitthvað mormona kaþólska síður sem bara eitthvað Þú verður að taka hann inn í lífið þitt bara, hei, skemmti staðundi Jesú þú þarft hann til þess að komast til svo fær ekki til helvíti sem það ógeðið þitt Ég meina, jú, ég bara get skáldað eitthvað fyrst að þú veist En fannst þú Jesú innra með þér? Heyrðu, ég fann hann í bílskólanum daginn Ari, hættu Hann var bara eitthvað, oh damn ég er búin að fyrir mig svo lengi hvernig fannst það mig? Shit, maður, þú ert ekki hægt, sko Er það áhugaverð staðrindin? Þú fannst Jesú í bílskúrnum daginn Nei, ég get bara skáldað eitthvað Já, skáldað eitthvað, hvað er með eitthvað gott? Einhverja góða áhugaverða páskastaðrind Ég meina þessi þjóðadagur er allt út tengt einhverjum skálskap hérna, þú veist þannig Ari minn, sko Ég bara get skáldað eitthvað líka Þú veist stundir svo unhinged Jú, ég get alveg sagt það sem ég veit Jesú, þú veist þannig að hann var húsasmiður Nei, ekki húsasmiður Ari, ha? Nei, hann húsgagnasmiður Var Jesú húsgagnasmiður? Carpenter, er það ekki húsgagnasmiður? Það veit ég ekki Hann var allavega carpenter Af hverju veist þú þetta? Út af hann Indiana Jones Ok, Hefur ekki séð Raiders of the Lost Ark og Holy Grail og svona Ég sé enga Við þurfum að horfa á Páska-rituali mitt Alltaf á páskum horf ég á Monty Python and the Holy Grail Hvað er það? Nei, Life of Brian minna ég Life of Brian Hvað orð ertu að segja? Við þurfum að horfa á Life of Brian Það er þú bara að gera búkljóð Nei, það er finnast að ég skal sína Þú skilur af hverju Er það Indiana Jones mynd? Nei, það er Monty Python sko. Monty Python? Það eru grínmyndir Þú er grínmynd Frá 1970 og eitthvað Slei sem eru ekki eitthvað grínmyndir Heyrðu, þriðja mín, þessi staðrind, hún er heimsmet Stærsta súkkulaði páskaegg sem hefur verið búið til vó 7200 kíló What the fuck? Það er svakalegt Það var rétt yfir 10 metrar á hæð og 19 metrar í ummál, þú veist Hver gerði þetta? Fólki á Ítalíu Þetta var í Ítalíu Damn, hvernig páskaegg er það? Það er ekki svona íslensk páskaegg Þetta var súkkulaðegg, stórt súkkulaðegg Damn 10 metrar á hæð, 19 metrar í ummál 7200 kíló Takk fyrir penn Hver borðaði allt þetta? Eða? Ég veit það ekki maður Hvenær var þetta gert? Ari, heldur þú bara að ég sé með alltaf heim? Heldur þú að ég sé eitthvað Sorry maður, ég er bara svona Mér langar samt að núna þegar áhugaverður staðar Viltu hætta að smjatta Ég get ekki hægt að borða þetta egg sko Þetta er gott egg Talandi egg, nú erum við búin með svo Eftir þess að geggju áhugaverður standi þá langar mig að opna málsæti Minn málsæti er gulur Oh my god, minn er bleikur Komdu með mér að opna málsæti minn Oh my god Ég ætla að opna minn líka, minn er bleikur, minn er flottari Komdu með mér og Ara að opna málsætin okkar Heyrðu, við Ari Við erum svo góð í íslensku, eins og við vitið Við vitum nákvæmlega hvað málsættir eru Og ég að byrja á mínum eða þú að byrja á þínum Byrja þú þínum, þú varst fyrst á hana Mörg er búmannsraunin Veistu hvað þetta þýðir það? Hvernig skrifur búmanns? Bara búmanns, B-U-manns Í einu orði Hvað þýðir það? Er þú ekki búmaður? Er þú ekki svona bóndi? Já, er þetta þannig búmann Mörg er búmannsraunin Jú, raunin er mörg hjá búmannum, sko Hvað er raun? Það er satt, bara Mörg er búmannsraunin Bara raunin, Anna
Já, þú tala með þetta bara raunin. Það er bara raunin. Það er bara raunin, já, búmanur, skilur. Ég veit ekkert hvað þýðir. Ég veit ekki hvað ég er svo mörg að búma sér. Heyrðu, já, þið með bara lesa sem vilji í þetta. Ó, heyrðu, minn er frekar góður actually. Komdu með þinn. Aldrei kemur dúfa úr hrafnseggi. Býtu, við þurfum að kafa djúpt í þennan. Aldrei kemur dúfa úr hrafnseggi. Aldrei kemur dúfa úr hrafnseggi. Hvað getur maður... Þú getur ekki, þú veist, ætlast til að það komi dúfa á hrafnseggi. Ok. Þú getur ekki mótað einhvern eftir þínum... Nei, nákvæmlega. Þínum skilur. Góður málsáttur. Já, þetta er góð. Bara ef einhver er einhver megin, þá getur ekki verið bara, nei, býta aðeins, þú ert dúfa, skilur. Þú getur ekki bara, já, látið einhver vera eitthvað sem hann er ekki. Já, vá, þetta er góður, þetta er svo geggjuð dýft hérna. Þetta var góð málsáttur. Þetta er samt actually góð málsáttur. Þetta er actually verið góð málsáttur. Já, þessi actually góð. Ég er bara síðustu 2 ára er ég búin að fá bara vestu málsætti sem ég hef vitað ég man ekki fyrir að vera eitthvað blautan hund eða eitthvað. Það var hana eitthvað rigni beinum ef hundar gætu eitthvað. Já, hundar grenja eða eitthvað. Þetta var ömurlegt. Þetta var hræðilegt sko. Já, nei, hundar gætu talað, það myndi rigna beinum. Já, eitthvað svoleiðis. Ég man það ekki, þetta var eitthvað bein. Það sökkaði sko. Ég held að málsáttur minni fyrir hafi ekki verið málsáttur, þetta var bara svona orðatildæki. Oh my god, Ari, ég ætla hérna að lesa málsátturnas Gunnars líka. Hann fékk fjólubráðamálsátt. Okay, bring it. Þann er hægt að verja sem enginn vill berja. Býtu, ef enginn vill berja þig, get ég þá varið þig? Þá er þetta að verja hann. Af hverju er þetta að verja einhver sem vill ekki berja? Af því að það vill ekki berja hann. Þú veist, þannig að bara, hann er svo næs. Það er verið að segja að, þú veist, það er auðvelt að lemja, það er auðvelt að verja hann sem enginn vill berja. Já, af því að þú veist, þetta er ekki svona, þú veist, að hata allir, ég ætla að verja þig, skilur. Þetta er basically bara svona, það er auðvelt að gera það sem allir hugsa, eða þú veist. Er þetta ekki svona bara eitthvað, þú veist, you have nothing to hide, skilur, en auðvelt að verja þig? Nei, þetta er meira svona, bara þú veist, það sem allir hugsa um eitthvað, þú veist, ef allir er náttúrulega sammála um eitthvað, þá er auðvelt að verja það, skilur mig. Ok, þetta er svakalega góð málsáttur. Ég er interpretar svona, ég er ekki íslensku sérfræðingur, þetta er bara hvernig ég skil þetta. Það er að skemmtilega við og þátt, við vitum ekki raskat hvað við erum að gera. Ég samt held ég hefði náð þessum. Já, þessu er andskoti góður. Ég segir það, ég les skáldsögur og svona gamalt shit. Já, þú náttúrulega næja að rýna aðeins í þetta. Þú ert náttúrulega, sko, ancient. Hvað meinar þú? Þú ættir að hafa fæðið 1600 og eitthvað. Nei, guðs ég lofa, ég fæðist ekki 1600. Hvað þýðir mörg er búmannsraunin? Mörg er búmannsraunin, sko. Búmanns? Ég fatt ekki alveg, sko. Ok, nei. Þetta eru allavega málsættirinn sem fengum úr páskaðeggjunum. Új, þetta er vassblanda Pepsi. Ari var að bjóða með Pepsi með klökum. Þú er skrýtna manneska sem bara drekkur með Pepsi með klökum, sko. Þú veist, maður fæ sér ekki klaka út í Pepsi. Hvað er að þér? Þú veist, það vass þinna bara besta drikk í heiminum. Þú veist, ef maður drekkur þetta, sko, maður er ekki að láta sitja hana, þessi er enda búin að sitja hann í, þú veist, 20 Þetta er nasti, sko. Þetta er ekki einlengur Pepsi, þetta er bara vatn með smá Pepsi. Þú veist, það er ekkit að því, þú veist, að vatn þynnist aðeins, Hryllingur. Sko, líka bara með allt gos. Af hverju setja klaka út? Svo góð kókumjólk. Þetta var góð kókumjólk. Mér finnst bara sama hvað gos það er. Þú veist, ef maður setja klaka í það, þá er það bara vont. Það er bara svona, þú getur þess vegna bara hellt smá frá kaldakranunum í vaskinu. Nei, það bráðnar ekki strax. Hryllingur, algjör hryllingur. En Ari, áður við förum í þessa geggju málsætti þetta frá mömmu. Áttu þér einhverja uppáhaldspaskaminningu? Einhverja uppáhaldsminningu frá páskunni þegar við vorum lítil. Sko, mín uppáhalds er eiginlega þegar mamma og pappi voru sko ógeðslega sniðug. Það var besta felustæðin í húsinu fyrir ekki að sprinja, sko. Heyrðu, settu ekki bara ekki að sprinja út í glugga sem sneri í austur. Settu út í austurgluggan, glugga austamegin þar sem að sólin kom upp. Heyrðu, svo vakna Brynjar, þetta var 98 sko, hann var 5 ára eða eitthvað. Þetta var hann ég var til allavega. Já, og þau bara, já, þetta er sko besti staðin í hús, hann mun ekki finna þetta. Vakna Brynjar daginn eftir og leita páskaeggjunni, þá var það bara allt bráðið í plastpokunum út í glugga og greiði krakki, hann var bara að grenja. Hann reyndar sökkar örgulega, sko. Ég er að segja það, hann minni mamma og pappa á þetta hvert einasta ár. Bara í alvörunni. Hann er 32, man ekki hvað hann gamall, en þú veist, ándjóks, þannig þetta bara alltaf bara mamma og pappi gerði þessi mistök, þau fá aldrei að gleyma því að þau litu ekki hans Brynjars. Þetta er alltaf matsárasti gæi í heiminum, sko. Það er líka svo fyndið, sko. Þetta er ógeðslega fyndið og við öll hinskilur, ég, Bylgja og Frikki öll með eggin okkar bara í lagi og hann bara með bráðið egg, skilur sko. Líka fram í sveit. Gáðu hann ekki af egginu ykkar? Ég veit það ekki, ég var náttúrulega bara lítil, skilur. Þú veist, ég man ekkert eftir þessu svona viðvilli, sko. Nei.
En þetta bara svo ógeðslega fyndið því voru líka lengst út í sveit, það ekkert auðvelt að fara bara eitthvað í kaupstöð og redda eggi á páskadag, skilur. Já, nefnilega. Þetta grínast það. Og maður náttúrulega bara fá sér eitt egg á þessum tíma. Já, bara eitt egg, skilur, það var ekki amma og afi gefa manni 30 egg og þess að gefa, þú veist, fólk var ekki að fá, þú veist, 15 egg. Já. Það var bara eitt egg á mann. Það var ekki gert, já, mikið af eggjum, held ég. Ok, ég get ekki sagt, ég var ekki til. Nei, þú varst alveg lóki ekki til, sko. Ekki til. Hvað með það? Ég var ekki til. Þetta er svo frábært. Við vorum alltaf öll fædd in the 1900s, sko. Heyrðu, ertu að reyna að segja þessu gummilega? Já. Já, ok. Ég er akkurat á milli, millennial og Gen Z. Ég líka, held ég. Ég er Sillennial. Nei, það er akkurat 96. Það er árið 96. Já, það. Já. Oh my god. En hvað er þín uppáhaldspáskaminning, Arvin? Uppáhaldspáskaminning mín líka, ég held að sé, hún er meira sér náðist á myndband. Já. Það er þegar við sátum öll við eldhúsborðið að brjóta eggin á 2013 og ég var eitthvað að labba að hjálpa öllum að brjóta eggin. Já, þú gerðir broskall á eggin, það var geðið kjút. Já, mamma á myndband ég man ennþá eftir því, sko. Og það er actually til myndband. Það er actually til myndband þessu. Við vorum öll sátum við borðið og vorum öll krakkarnir, sko, við erum 6. Og við erum svona semi-fóstarbróður, þannig að við erum basically 7. 6-7? 6-7 systkini. En já, við sátum öll við borðið og vorum að opna páskaeggin. Þetta var mjög hólsóm minning, já. Þetta reynda geggjuminning. Ég man eftir henni. Svo sátum við alltaf öll uppi fyrir fram að sjónvarpi, bara með, þú veist, eggin okkar í skálum. Túbusjónvarpið? Ég man eftir að horfa á túbusjónvarpið. Eins og ég er að segja, ég er svo early Gen Z að ég er svo mikið nær millennial menningunni. Þú veist, með að tækni og entertainment og allt svona. Reyndar, já. Þú veist, mér finnst millennial shit mjög skemmtilegt, sko. Hot take, mér finnst bíómyndir frá svona 95 til svona 2008 bara bestu bíómyndir. Og ég er bara, gæti ekki verið minna sammála. Hæ? Þetta djóka? What? Mér finnst bestu myndir frá svona 75 til 89. Nei, Ari. Og svo frá svona 2011 til hingað. Heyrðu, hvað er að gerast? Nei. Þú veist, mitt upp alls er svona chick flicks og Ada Sandler, Rob Schneider, þú veist, gælan sem leikur í Notebook, þú veist, The Hot Chick, þú veist, myndu mín, eina af þeim allana. Ok. Tom Hanks að gera mikla bengar. Ok, allana. Við erum líka með eina minningu úr æsku sem er eiginlega bara rage minning. Manstu eftir því það? Veistu hvað ég er að tala um með það? Nei. Píanóið. Já, píanóið, já. Sko, þetta var áður en Egill til. Egill náttúrulega örverpi, hann mjög langt á eftir okkur öllum. Örverpi, hann Egill bróðir. En já, mamma og pappi segast, þau náttúrulega földu alltaf páska, ekki eins og allir, held ég. Og við vorum 5. Þau eru bara nýlega hætti, sko. Þau eru literally nýlega, við erum svo gömul. Bara come on. Þau eru svo mikið dicks. Þau eru fucking dick. Þau settu páska ekki mitt inn í fucking, þú veist, gítartöskunars frikka og bara eitthvað, þetta er camouflage, þú sér það ekki. Við erum að segja við bara eitthvað, við erum öll 20 pluss hérna. 20 fucking pluss. Þau eru ekki plús. að fela eggin okkar. Bara hætta að fela eggin. Já, við ætlum ekki að gera það. Svo bara eitthvað, vakna með daginn eftir og bara þau eru horfin. Ándjóks, ég er einmitt að fara að vera með ykkur á páskunum. Ég er að fara að vera heim í sveit á páskunum og ég veit bara að þau eru að fara að fela páskaeggið mitt. Þau eru að fara að setja, sko. Líka bara húsið er svo fucking huge. Það er svona stórt sveitabíli, skilurðu. Vitið hvað er mikið að krókum og kimum? Já, nei, svo er líka hægt að fara út í skúr og í geymsluna, í fjósið, fjárhúsin. Heyrðu, talandi um það. Hérna, mest rage minningun okkar er þegar mamma og pappi tóku sér til þegar við vorum öll 5 heima og Egill var ekki til. Þau földu páskaeggin okkar í píanóinu, sérst niðri hjá hörpunni í píanóinu. Inn í píanóinu. Við vorum öll að reyta, við vorum búin að leita, ég veit ekki hvað lengi, við vorum búin að snúa geymslun á hvolf, snúa skúrnum á hvolf, snúa öll húsin á hvolf. Við vorum öll að missa það. Og hvað var það ekki, pappi sem að opna þessu píanóið bara með get smug face og bara got him, bitches. Ég maður ekki alveg, ég var frekar lítil þá. En þau voru allavega ekki bráðin. Nei, þetta er ekki. En já, þetta var góð fjölustæður. Ógeðslega. Við fórum í sunnudagsskóla, eða ekki? Við fórum stundum í sunnudagsskóla. Við fórum í Húnaveri í eitthvað svona djúpa breið dæmi. Þetta hefur verið sunnudagsskóla. Er það ekki, það er lókið sunnudagsskóli. Samt ekki svona alvarlegt, sko. Nei, þetta var ekki í kirkju, sko. Þetta var í Húnaveri. Þetta var bara í salnum í Húnaveri. Þetta er samt prestur með okkur, sko. Já, það var alveg prestur. Prestur sem er núna hvað, Ari? Hvað er presturinn? Það er svolítið kontroversial, sko. Aha, vá. Nei, það er ýmislegt sem að gerist í sveitinni, krakkar mínir. Það var sko stelpurnar, strákarnir, ég vil líkast Daniel og ég vil líkast Rut. Hver í fokkanum er Daniel og Rut? Hæ? Manstu ekki eftir læginu? Ég vil líkast Daniel og ég vil líkast Rut.
þú unlockar eitthvað. What the fuck? Það er svona sleeper agent, svona activation code þannig. Gunnar actually unlockaði mér af því að hann fór og var að spila undir í sunnudagsskólanum í kirkjundaginn. Hann var beðinn um það, kjælinn. Og hann var eitthvað, ég kann á gítar, ég skal fara, ég er svo trúaður sko. Hann er í ásatrúaður. Það er mitt. En hann fór og spilaði undir og hann var eitthvað að syngja það þegar hann kom heim og ég bara, wow maður, þú ert að unlocka minningar. Guð minn góður. Jæja krakkar, hafið þið heyrt um Óðinn? Guðinn var svolítið cool, en vitið þið hver er líka cool? Hann Þór. Ég veit ekki neitt hvað þú segir. Guð minn góður. Það eru ásatrúar í Skagafirði. Það er goð í Skagafirði. Hvað er goð? Goð er basically bara prestur í ásatrú. Já. Þú veist, hofgoði. Já, einmitt. Það er þetta að vera í ásatrú í Skagafirðinu, sko. Og ert þú það? Nei, ég bara segja. Ég var að spyrja, og veistu þetta? Ég er ekki í neinni trú, held ég. Ertu trúleysingi? Nei, jú, ég er fermdur og svona. Já. Ég meina maður fekk góðan peningur í og svona. Bara vera fermast og alls konar. Ó, nei. Ok. En Ari. Já, Anna mín. Mér langar að fara að lesa málsætti og rýna í þá. Mér líka. Eða það ekki? Ég hlakka svo til. Já, við erum komin heila. Það er eins gott að sé ekki blótsýrði eða eitthvað í þeim á þessum kristilega degi. Já, við erum alltaf með svo hreinan kjaft í þessum þáttum líka. Anna, ekki segja með þessi blótsýrði í málsáttunum. Ari, ég sver til Guðs. Ég geti ekki, sko. Ég bara geti ekki. Páskanir. Já, páskanir. Þessi heilaga vika, páskavikan. Á föstudaginn, þá er hvað, Ari? Hann er langur. Hann er langur, föstudaginn er langi. Páskadagurinn er á. Ég veit það ekki. Páskadagurinn er á. Laugardaginn. Sunnudagi er minn. Ég hef ekki hugmynd. Hvað gerðist á páskadag fyrir 2026 árum? Á hverju höldum á páskanari? Það var ekki fyrir 2026 árum, hann fættist fyrir 2026 árum. Þú veist, þeirra gæinn, þú veist, hvað gerðist á páskadag? Á hverju höldum á páskana? Út af Jesú eða eitthvað. Já, hvað gerði Jesú á páskadag? Reisu frá döðum. Já, vel gert! Ok, Heldum á fokkin bæm. Og þess vegna 2026 árum setna, þá erum við hér að borða þyngd okkar í súkkulaði. Reynda. Ég var eitthvað, næs, að reisa frá dauðum. Besta að Goofy sé súkkulaði. Viltu mörg? Viltu fá 15 egg? Þegar það eru páskar. Þá fæ ég mér oft súkkulaði. Ari, manstu reglunar? Græni eru hefðbundu. Sko, ég bara fyrirgefið Ara spjatta allan þátt. Drekka kókumjólk, borða páskaegg. Ertu búin eða? Já. Oh my god. Ok, sko, grænu eru hefðbundir. Græni eru Framsó. Nei, Harry, ég sver til. Bláu Sjálfstæðisflokkurinn. Harry, nei. Ég sagði þetta á hann. Grænu eru hefðbundir og bláu eru eitthvað frá mömmu. 3 aðeins sem er bjóð til og hinir eru úr ógeðslega finni grúpp sem hún er á Facebook. Ég er búin að gleyma strax. Ok, og velur bláa, þá er það ekki hefðbundin málsáttur. Þannig að, en við ætlum að teygja okkur í skáluna, setja hvað og draga randomlí. Við ætlum ekki að horfa á hvernig lit við tökum. Hættu. Ok. Og þú má bara byrja. Við ætlum að rýna í þetta hérna með ykkur. Þið fáðu að heyra hvað við erum góð. Og ég byrja? Já, þú má byrja. Ok. Þú má byrja að lesa fyrir okkur einhvern góðan málsátt. Ég fekk grænan. Fyrst grænan. Gamla góða málsáttin. Gamla góða málsáttin. Við sagðum þetta svo oft í síðustu þátti. Gamla góða bragðið. Gamla góða hljóðið. Og gamla góða bragðið. Þetta er það finnast sem ég sé. Ég bara, þú veist, ég hlái svona gott. Ok, gerðist þið gauðin? Ég veit það ekki, hún tók sopa og breytist í fokkin gamla góða bragðið. Breytist í satan. Ég elskar það gauð. Sitt, ok, Ari fekk sérst hefðbundni málsátt. Þú mátt, já, við ætlum að rýna inn. Ok, alltaf, fyrsti málsáttur dagsins. Lengi getur vont versnað. Lengi getur vont versnað. Lengi getur vont versnað. Já, þetta er málsáttur, svo sannarlega málsáttur. Þetta þýða. Lengi getur vont versnað. Ég meina, þú veist, ok. Jú, eitthvað vont getur lengi versnað. Það getur versnað í langa tíma. Já, þetta er geggjur rýning, ég er málsátt. Jú, reyndar, þú veist, þetta er örgulega krabbamein eða eitthvað. Þú veist, það er vont. Lengi getur það versnað. Það er það sem þessi málsáttur hann er krabbamein. Nei, þetta er örgulega þannig. Þú veist, eitthvað vont. Það getur lengi versnað. Já, ég meina, þú veist, það er í einhverju slæmi situation, það er búin að, þú veist, fíkn til dæmis. Já, þú veist, það getur alltaf orðið verra. Krabbamein og fíkn, cool. Þú veist, það getur alltaf orðið verra. Þetta er góðar kristilega ræður á páskadeginum. Já. Nei, þú veist ekki páskadeginum. Bara páskunum. Já, lengi getur vont versnað.
eins og til dæmis þegar þú fær að klaka í Pepsi. Nei, það ekki það. Og því lengur sem það býður í glasinu, því verra verði það. Já, ok, ég meina... Herðu. She's a little confused, but she got the spirit. Herðu, heldur ekki fara í svona rýna í hana málsátt alveg svo Jú, þetta var rétt. Nú fæ ég að draga. Fá hvað þessi skál er langt í burtu frá mér eitthvað. Skál? Þú þess bláan. Ég fekk bláan. Þetta er strákur. Það er í hættu. Oft getur krumpaður uppréttur gengið. Hvað meinar þú? Oft getur krumpaður uppréttur gengið. Oft getur krumpaður uppréttur gengið. Hvað þýðir þetta? Hvað meinar þú? Jóhanna, hvað er þetta að skrifa? Ég hlóð svo fast að mér illt. Ég er ekki að fá hjartafall, seriously. Ég fekk eitthvað en onni, sko. Gamla góða. Oh my god. Ok, Anna, hvað er þetta að segja? Ég er að reyna að rýna í þetta. Hvað sagðirðu? Oft getur krumpaður uppréttur gengið. Hvað þýðir þetta? Ég er að reyna að hugsa. Krumpaður uppréttur. Ok, við erum krumpan póka. Hann getur uppréttur. Ég meina, ef maður er með krumpan póka, þá getur maður látið hann, þú veist, verða venjulegum póka aftur og hann getur orðið ruslapóki þó að sé búið krumpan. Ég ætla ekki eins og að reyna að fatta hvað þetta er. Þetta er svona mitt take. Ég meina, er eitthvað annað sem er krumpað? Ég hef ekki hugmynd. Sem getur verið upprétt, þú veist, ok. Gamalt fólk. Krumpað. Ég meina, gamalt fólk er svolítið krumpað, já. Það er svolítið krumpað. En það getur alveg oft upprétt gengið. Já. Ok, Ari, þetta var svo sannarlega málsháttur. Ég veit það samt ekki alveg. Mamma getur... Dreg ég einn annan. Einn bláan. Hann er blá. Ari, mamma getur líka bara verið að fokka í okkur með þessa bláa málshætti, sko. Hún er ekki bara að fokka í okkur. Hún er bara eitthvað, hei, þið eru með brandara podcast, þið eru svona grínfólk. Litli betti mín, ég er svo stolt að ykkur að vera að gera podcast. Ég ætla að fokki ykkur. Gamla góða fokki. Nei, ég meina, já, mamma skrifaði málsátt, góðum með það. Víða er þvottur brotinn. Oh my god. Víða er þvottur brotinn. Jóhanna, það er að gerast, sko. Víða er þvottur brotinn. Málsátturinn er víða er pottubrotinn. Stendur, það er greinilega þvott. Já, mamma er að fokk í okkur. Málsátturinn hefðbundni er víða er pottur brotinn. Og er hún actually að fokk í okkur? Já, ég held það. Oh my god. Definitely. Þess víða er þvottur brotinn. Það er búið að breyta málsáttinum og tvistra. Víða er pottur brotinn. Ég veit hvað það þýðir. Það þýðir að þú veist, það er ekki í lagi með alla pottar á öllum heimilum á landinu. Nei. Það er alveg að mörgum heimilum eru brotni pottar. Á mörgum heimilum eru eitthvað brotið í samböndum eða brotið í eitthvað að, skilurðu? Ok. Þannig mamma er að fokki okkur. Hvað þýðir þá víða er þvottur brotinn? Þetta er bara mamma að fokki okkur. Já, það. Þú veist, víða er þvottur brotinn, ég meina fólk brýtur saman þvottur. Þriðja vaktin. Kannski er hún að segja okkur að vera duglegri. Er það pólitískt? Er hún að þröng upp einhvernum pólitískum skoðunum hérna á okkur? Ég er bara að reyna að skilja hérna hvað þú ert að... Þú veit ekki verið að brýta málsóttunum, íslenskum málsóttunum sem ég er búin að kynna mér hérna. Kannski er hún svona að reyna að koma í undir með þetta okkar að brjóta meira saman þvott. Skilur, að brjóta þvott, að vera duglegri við að brjóta saman þvott. Já, ég sökki að brjóta þvott. Brjóta þvott? Ég þarf að læra betri leiði til þess að brjóta þvott. Ég horfði reyndar á horfði á myndband af Guðnum daginn sem var að sína hvernig maður þannig að þau brjóta saman þvott brjóta saman föt í búðum, þú veist, þegar þið setja á svona display. Ok. Og þannig að það var mjög Þannig er fataskapur þinn alveg eins og display í búð? Sko, þú ert ekki horfinn í fataskapur minn. Það er bara út allt. Veistu, Gunnar kalla fataskapur minn svarthólið. Af því það er bara svört föt, ég gegn alltaf bara í svörtu fötum, svörtum þægilegum fötum. Og eins og Jónsi. Vá! Þannig það er bara, svo opnar það bara svart og ég vil dettur eitthvað á hann og eitthvað. Já, Ok! Heyrðu, ég ætla að draga hana. Grænn. Það er hefðbundin. Þjóð veit þá 3 vita. Þess er góður. Þjóð veit þá 3 vita. Já, þegar fleiri en 2 vita, þá vita bara allir. Já, þetta er svona orðróma. Já, þetta er svona orðrómur, svona gróa á leiti og svona, þú veist, þetta er svona þjóð veit þá 3 vita. Mjög mikið, sko. Þú veist, ég segi þig kannski leyndamál, ég bara ekki segja neinum. Svo ferð þú kannski og segir Gunnari, skilurðu, og þú veist, þá vita 3 og svo fer Gunnar og segir mátti alls ekki segja neinum. Þú veist, þetta er svona orðrómur, það vita allir. Ef að 3 vita, þá er allir búin að frétta það. Allt fréttist eins og eldri sín. Þetta er góður málsvart. Þetta er svona einn af þessum klassík, sko. Þessi var góður. Ég er að segja ykkur að við hérna íslensku sénjarnir erum búin að ráða alveg einn málsvart. Já. Þú getur reynt að vera sníki og sagt bara nokkur manneskum frá því sem þú ert að hugsa og leyndamálunum. En svo getur líka verið algjör hálfviti og bara öskrað það sem þú ert að hugsa á klausturballnum eða fyrir fram að mannþrönga fólki og...
Heyrðu, þú ert að taka Simma D fyrir í þessu þætti sko. Já. Holy shit maður. Ari segast ætlar ekki að kjósa Miðflokkin. Heldurðu? Ef þið sjá svipin, ef þið sæi svipin á hann sko, þetta er æðislega. Við ekki fara út í það, sko, þá bara í þessi þáttur bara í Heyrðu, já, við erum með heilagan páskaþátt. Við skulum ekki fara út í eitthvað heilagur páskaþáttur. Ari, þú ert að draga, eða ekki? Ég var að segja þjóð veit það þrýrvita. Ég er með bláan. Oh my god. Hvað þýð það þurr? Það er mömmu. Það eru alveg tölvert fleiri samt af grænu, sko. Ok. Jæja, mamma, hvað ertu með fyrir okkur? Oft fer presturinn út í aðra sálma. Oft fer presturinn út í aðra sálma. Hvað þýðir þetta? Oft fer presturinn út í aðra sálma. Já, þú sko að tala um eitthvað annað. Hvað svo út af læginu, skilur? Fer út í aðra sálma en að fara út í. Eiga það til í kaþólskukirkjunni. Ari minn, þú ert náttúrulega sko. Ég fara svolítið út fyrir sálmana. Ég mætti halda þér hafa ekki lesið biblíuna þessar fokkin hálfvitar. Ari minn. Nú stoppar þú sko. Sko, ég túlka þannig oft er prestur út í aðra sálma. Þú veist, er ekki alltaf að vera að tala um að presta sér svona. Þetta er samt svona, ég held að það sé býrinn dört í málsáttur. Út í aðra sálma? Já, oft er prestur út í aðra sálma. Þetta sé að taka einhvern aftan frá það. Ari minn. Hvað er þetta að segja? Þetta var svona, ég held að það er eitthvað að sko. Þetta er svona, ég held að þetta sé klúr málsáttur. En það geti bara verið ég. Að hvaða leiti? Nei, það fer út í aðra sálma, Já, hvaða sálma? Nei, bara þú veist. Já, oft fyrir presturinn inn í pálma. Hvað er þetta að segja? Nei, sko, þú er bara túlkandi. Pálmasundag, það gæti verið. Heyrðu. Pálmasundagur. Ég veit ekki alveg með þetta er sko. Ég fatt ekki alveg. Þessi þátturari. 2 seinustu heilasölunar að rýna í einhverja málsætti. Heyrðu, ég er með grænan. Einn hefðbundin á liðið. Heyrðu, ég er bara græn af öfund. Oh my god. Heyrðu, þegar ein belja mígur verður annari mál. Heyrðu, þetta er bara Þetta er bara það sem gerist. Þetta er bara litlu sem gerist, án jokes. 40 fokkin beljur, ef ein er að mígur þá eru 20 farnar að míga. Þetta er svona. Þetta er þannig. En hvað er málsótturinn að segja? Já, einmitt, ein belja. Ef eitthvað gerir eitthvað þá gera allir aðra. Ég veit ekki, þetta er allavega rétt í bókstaflegu meiningunni, skilurðu. Þetta er auðvitað bara einn gerir eitthvað þá gera allir aðra. Þegar ein belja mígur er annari mál, þú veist, ef að þú er annari mál. Þetta er svona þegar fólk var með enn að labúbúdraslið. Hættu. En þú veist, okkur mannst ekki, þá var allir að kaupa. Já, ég er satt ógæsli dokkur hana. Þú veist, það byrjar einn að kaupa þetta og þá var bara, hvað er þú með, skilur, dúkka með tennur, vá næs, þá vill einhver annar. Svo verður eitthvað svona trend í kringum eitthvað sem bara sökkar, skilur, og þá vilja allir kaupa það. Þetta er svona sem með merkjavörur eitthvað, skilur, þú veist, það verður allir að eiga eitthvað, þú veist, ef eitthvað verður vinsælt, þá verður allir að eiga. Ég held að það sé meiningin. Það er svolítið þannig. Þú vildur að rýna fast í þetta. Þetta er eitthvað þannig, sko. Shit, hvað er góð í þessu. Já, þetta var málstur. Þetta var svo sannlega málstur. Arra að draga. Þú var alltaf bláan. Heyrðu, það er B10, þannig að brján 10. Ari var alltaf bláan. Betra er að ganga fram að fólki en björgum. Þessi er það góður, sko. Heyrðu, þessi er eftir Sverri Stórskip. Já. Byggt upp í Sves. Ég held það. Þetta er sko, já, þetta er eitthvað sem mamma hefur skrifað. Betra er, nei, Byggt upp í Sves er hann að Sverri Bergman. Ég veit það ekki, maður. Ég held það. Það er tilfyllt af sverrum. Hæ? Sveppi? Alls konar sverrir. Ok, en ég er sammála þessum. Betra er að ganga fram á fólk heldur en á björgum. Það er satt. Frekar að ganga fram á þér heldur en að bara, hei, láta björg, ok, let's go. Betra að ganga fram að fólki en björgum. Þetta var svo... Hvað sagðir þú? Þetta var málstur. Þetta var svo sannlega málstur. Þegar ég taka einn, ok. Vá, Anna dró grænan. What? Þú fær alltaf græn. What? Oft má satt kyrt liggja. Oft má satt kyrt liggja. Bara láta það sem er satt í friði. Láta það kyrt liggja. Er ekki betra að vera, þú veist, heiðarlegur og segja satt heldur en að láta það kyrt liggja? Jú, það er að tala um það, sko, þú veist. Láta það sem er rétt, bara vera í friði. Ekkert vera að fokk í því. Ég actually skil ekki, sko. Ég held ég skil hann, sko. Oft má satt kyrt liggja? Já, oft má satt kyrt liggja. Þú veist, liggja kyrt? Já, þú veist, það er að tala um að það bara láta það í friði. Ég meina, ok, ef ég segi þér, hei, Ari, hérna, ég er með 10 tær, skilurðu? Þýðir þetta að þú er ekki að fara að vera bara eitthvað Anna með 11 tær, varstu búin að heyra eða er þetta eitthvað svona eða? Nei, þetta var að tala um einhvern sannleika. Ég veit
eins og, þú veist, kannski, tökum þessu dæmi kannski, ok, það er alltaf, ég að skilja þetta svona Ok veist, eins og með túnlendinguna, hún gerðist Já, hún gerðist Ég trúði því í 30 sekundur að Guð minn hana ekki góður, gerst Anna. Ég var að það er vist bara að láta það í friði af hverju þarf einhver að fara að efast að túnlendingin hafi að vera ekkert að vera að búa til eitthvað svona af hverju það þarf ekki að búa til að hún hafi ekki verið rétt Já, við túlkum þetta svona ef þessi málsætti þýðir þetta ekki þá bara aldrei þá með bara, þú veist, það eru útlendingar á Íslandi af hverju hætta að pyrra að sjá þeim og fá sér líf ertu að grínast kannski bara fara ég minna að fá sér eitthvað hobby eða eitthvað nákvæmlega og þá getur hlusta á áhugavalda við getum nei, ég ætla ekki að finna mér eitthvað hobby og hafa gaman ég ætla að hata útlendinga á gangi yfirflokkin það er það sem ég ætla að Ari, nú þú farin sko þú er svona langt með þetta sko við ætla að skilja með málsætt svona ef hann þýðir eitthvað annað þá bara allt í lagi já þá bara þýðir hann eitthvað ég held ég hef alveg skilja það þú ert með hefðbundin, grænan ég er með hefðbundi græna hvað er með það? Tímarnir breytast og mennirnir með Þessi er góður Tímarnir breytast og mennirnir með þú veist maður getur ekki ætlast til þess, ok nema að segja, þú veist, í miðflóknum þá veist að allt sé eins og hafi verið 1950 sko, þú ert svakalegur af hverju þessi heila í páskaþáttur fann að snúast í miðflokkin ég bara, þú veist, ég tek hvaða tækifæri sem er til þess að skjóta miðflokkin, það fyrir ok, slei, en hann að, Ari ég túlka þennan, ég meina, ok þú hittir kannski einhverja manneski sem þú ert ekki búin að hitta í 10 ár þú getur ekki búist við að manneski að verði eins og hún var fyrir 10 árum já bara samfélag og fólk breytist og já, náttúrulega einstaklingar breytast líka þú veist, já, ef þú ert ekki búin að hitta ykkur 10 ár já, náttúrulega er hann ekkert eins og hann var, náttúrulega nákvæmlega, þetta er svona pínu svona, þú ert búin að breytast já, þú veist, ég fyrir 10 árum er allt önnur manneskjar, sko sama hér, ég, þú veist, ándjós fyrir 10 árum hvað ár var þá? Það var alveg lóki, fyrir 2016 ári þá var ég með hana raðmorðingagreiðsluna ég var með alltaf gel í hárinu og spray Patrik Beyman greiðsluna hvað þýð það? Hefur þú séð hana nei, já, ég gleym alltaf hvernig ég er að tala við þú hefur ekki séð mynd ég veit ekki hvað að segja sko. Hana myndir hana, fuck ok, anyway, fyrir 10 árum, 2016 þá var ég bara eitthvað á snappinu að láta svo fíbl, skiluru að vinna á ónundu bensinstöð og ég var með hár bara aftur að bak með gel og hárspray og bara alls konar ég var rosalega hvað geta gesið og gela hár? hvað geta gesið og gela hár? þetta er einbjörnlega greimeglár vá, nýs mjög nýs á 2000 mann segir þetta kannski já, ég var mjög öðruvísi persónuleiki þá ég var mjög mikil extrovert þá, skiluru ég var ekki eins og ég er núna núna er ég bara óksmikil introvert, I love my peace, skiluru love my penis Ari nei, ég er í alvörinni allt önnur mannskjaldum fyrir 10 árum same, sko ándjóks, ég líka bara, oh my god, ég var að skoða gamla memories frá Snapchat af því að ég var náttúrulega á Snapchat fyrsta svona public, oh my god public speaking nei, fyrsta svona skipti sem að fólk tók eftir mig publicly hvað segir maður? Já, þekktið í almenning já, það var á Snapchat, út af Snapchat 2016 það voru náttúrulega ókslega margir á Snapchat ég tók þátt í því, þú veist, og það er svona byrjaði þú varst einn af OG þú ert OG, sko ég er OG, sko þú ert svolítið OG, ég byrjaði hann á sama tíma og mjög margar allavega, mikið að stelpum hann á 2016 og já, ég var að skoða memories á Snapchat daginn og ég var að fá bara krinsnir í tær ég var bara af Anna Kristín Brynjarsdóttir varst að pósta þessu, þú veist ég var að pósta einhverju random shit eins og hvað? Ég var bara að pósta fullt af einhverju cringy shiti, skilur ég var bara eitthvað að pósta sjálfur mér náttúrulega öðru sér tími þú veist, ég var að sprayja með heillið dolla hárspray á dag og var bara eitthvað, þið er ekki cool með notið hárspray, bara hvað er að þér, skilur ert þú flottust eða, shit var eitthvað að lappa í ullasokkum, ég held að vera mest töff í heiminum, að því ég var í ullasokkum og bjó í Reykjavík og þá var ég alltaf, sveitinni, bjó í Reykjavík, þú veist, ég var þessi, sko oh my god ég hefði búin að breytast rosa mikið á 10 árum ég er alls ekki eins og ég var þegar ég var snappin í 2016 ég náttúrulega var 16 ára fyrir 10 árum já, ég fór náttúrulega í útskriftina 2016 fucking slay já, það er bara grunnskóla útskriftina já, ég er ekki búin að útskrifast nei, en þú veist, ég fæ stundum komment á TikTok bara, oh my god, ég man eftir þér rosa Snapchat ég er búin að vera OG fan og ég bara shit, I'm not the same, sorry maður sorry þetta er öðru í sig núna, náttúrulega já, definitely en já, tímanni breytast og menninu með það er alveg bara hár laugrétt það er mjög mikið þú ert líka búin að breytast helling, sko mjög mikið bara, wow, við vorum líka við vorum ofta að segja hluti sem maður erum cancelled fyrir að segja akkurat nú, sko ég var svona typical ég meina, ég er mjög heppinn að eiga þú veist, bara yndislega mannsku og þig og svona þú veist, þú veist, að eiga systur líka Býra grænja okay. Býra bekk grænja þú veist, að eiga systur og kvenmanns svona fyrirmyndir það er mjög, þú veist, ég meina að ég er mjög heppinn að hafa þannig
af því að þú veist þegar maður var unglingur eða þú veist unglingstrákar eins og margir unglingstrákar núna þeir eru svolítið að fara vitlausa leið oh my god, veist, já ég horfði á Inside the Manosphere ég var svolítið að fara vitlausa leið þegar ég var eða þú veist unglingur þegar ég var unglingur sko þú veist maður horfði á svona fucking feministar myndbönd og eitthvað svona já, þú veist einmitt og ég er mjög heppinn að vera ekki þannig lengur Jesús Guð minn alveg ég skil, þú veist, ég meina maður alltaf þroskaðist, þú veist, maður var já, sjálfsög maður var krakki en samt maður á ekki að láta svona nei, ég horfði á hana sem þú talaður í seinstætti Inside the Manosphere ég og Gunnar horfðum á þetta saman við áttum ekki til eitt aukt ekki orð crazy fucking crazy maður þarf að passa sig á netinu ég meina ég var á netinu og maður sá alls konar þú veist þetta svo sumt af þessu svo dulbúið sem eitthvað svona positive messaging skilur líka bara þú veist ófullþroskaðir heilar get ekki tekið við allum þessum upplýsingum nefnilega þú veist og eins og með þetta one-sided monogamous relationship hvað meinar það er ekki til fucking crazy bara sorry and what the fuck ég meina ok sko ef fólk vil vera í þú veist hvað heitir það aftur polyamorous já þú veist það er náttúrulega allt annað sko og þeirra var líka en þú veist hitt er bara pínu bara svona gaur og í þér þannig já ég meina ég er bara mjög heppinn að eiga gott fólk og hafa bara frætt mig meira maður er mikið meira hvað segir maður fróður og kunnugur hvað særir fólk nú til dags þú veist ég skil hvað meinar þetta er bara mjög satt já maður er ánægður með það hvað maður er búin að þroskast mikið ég er náttúrulega to sum up ok maður hefði náttúrulega átt að vita betur en þú veist ég meina betra sem til aldrei við samt kind of byggum líka undir stein þannig að þú veist heyrðu þessi málsóttur tók uppeyju maður reynir sitt besta maður getur alltaf bætt sér líka jú. og við ætlum alltaf að reyna það þóttu látum við svo fíbli hérna í þessu podcasti heyrðu þessi málsóttur fór eitthvað út í raskat sko let's go ok, áður við tínum okkur algjörlega í þessar umræðu þá ætlum ég að taka næsta við fáum hérna grænan hefðbundin málsátt flest verður fíblinu að orðum flest verður fíblinu að orðum what? Ég bara... Já, bara að fíblið er með flestu orðin. Er það eins og James Hetfield sagði, empty can rattles the most. Það getur verið. Það er fucking, það er svo góð texti, sko. Empty can rattles the most. Flest verður fíblinu að orðum. Já, þetta er þannig. Þannig að... Er það svona basically, þú veist... Fíblið segir mest. Eins og við erum að tala svona. Nei, er þetta basically sá sem er hérna fíbl, hann getur haft mikið að segja eða eitthvað. Hann getur haft mikið að segja, sko. Þú veist, ég veit það ekki maður. Þetta er bara, já, þú veist, fíblið segir mest eða eitthvað. Ég veit það ekki, þetta er eitthvað hannig. Flest verður fíblið. Ingjaldsfíblið. Þetta er málsáttur. Ingjaldsfíblið. Já, takk þú næsta. Gísli Súrsson. Ég bara, Gísli Súrsson. Heyrðu, ég fekk grænan líka. Grænan? Hugurinn ber mann hálfa leið. Ok. Þessi góður. Þetta er sannlega satt, ég meina, ef þú ert með hugmynda einhverju. Þá er maður komin hálfa leið, sko. Eins og með bara tökum podcastu okkar sem dæmi. Mjög mikið. Maður er svolítið komin hálfa leið bara þegar við föttum hvað við ætlum að gera í podcastinu. Bara hugmyndin, þú veist, Ari, ég hef búin að hugsa í svona haltar bara, hvað komið langar að gera podcast? Heyrðu, svo áramótin, þá erum við að spila og Ari bara eitthvað, Anna, ég þarf ekki að langar að gera podcast. Mér langar að gera podcast. Ég bara eitthvað, oh my god! Og bara auðvitað að gera podcast saman. Svo fengum við bara hugmynd, bara eitthvað, ok, hvað myndum við hafa það skilurðu? Þú veist, hvað myndum við láta það heita, hvað viljum við tala þú veist, þetta, við vorum alveg komin bara halva leiðina bara með því að fá hugmyndina og svo framkvæmum við hana og það er heilhelmingurinn, skilur það var þannig, jú þetta er góður málsáttur þetta er enda mjög góð, já, þegar maður er komin hugmynd þá er maður komin halva leiðina sko. Nákvæmlega maður það bara að gera það sem maður er búin að hugsa já, og þetta ávið bara basically allt, þú veist, ef maður vill gera eitthvað, maður það bara hugsa það, hvernig maður framkvæmur það, svo náttúrulega þarf maður að framkvæma það, þú veist það er kannski stundum við hard part líka það er góður málsáttur like that one nær að tegja í það Hörru, Kjallan fekk bláan er það fucked up mannstændunir Jóhanna það stendur betra er langlífi en harðlífi shit, heyrðu þessi er góður, harðlífi er náttúrulega bara fokkin ömulegt ég reyndar ekkert eitthvað lent mikið í því sko. Ekki, að vera stíplaður Nei, nefnilega ekki sko. Já, nefnilega, oh my god ótrúlega, það er satt Þú veist, fólk hefur drepist á klóstunum við að rembast á mikið, sko Elvis Nei, alveg Jú, Elvis stóð þannig, actually Ég er ekki að fokki þér Fekk hann ekki eitthvað eitrun út af dópið Hann dó á klóstunni Oh my god Greiði kallinn maður
Þar höfum við bara bókstaflega merkingu að langlífi betra en harðlífi. Veitu hvað sagði þetta? Já, langlífi betur en harðlífi. Hann var allan ekki langlífur, hann dó úr harðlífi. Nei, hann var, hvað var hann? 50-60 ára eða eitthvað? Já, hann var ekki það gaman, Ég var að veita ekki, sko, ég var ekki til. En skrítið. En já, þessi góður. Langlífi betra en harðlífi, það er betra. Þetta er við leitból. Takk annan eða? Já, þú má gera næsta. Ég fekk grænan. Þú fekk grænar. Áfram grænir. Þolinmæðin þrautir vinnur allar. Þolinmæðin þrautir vinnur allar. Þolinmæðin þrautir vinnur allar. Já, þetta sko, ég er alveg þekkt fyrir að vera... Ég er minnst þolinmóða manneskja. Ég var að segja, við erum þekkt fyrir að vera bara illa óþolinmóð, sko. Jep. Fárlega. Ég reyndar þolinmóð þegar ég er að mála og þegar ég er að demanta hluti. Ég meina, það tók mig 30 eitthvað klukkutíma að demanta brúsar minn og ég var bara, þetta er ógeðslega gaman. En í leið og ég þarf að bíða eftir einhverju þá er ég bara, nei, bara hættu. Nei, sko, við erum svo óþolinmóð bæði tvö, sko, en það er samt alveg satt, ég meina, þolinmæði hún alveg bara er stundum eitthvað sem að maður Gunnar, hann er þolinmóðasti gæi í heiminum. Hann er þetta mjög þolinmóður. Þessi gæi er búin að þola mig í 14 ár, þú sko hvað er þetta? Það er alveg þolinmóður í, þú veist, hvað meinar þú? Það er bara 14 ár, skilur þú? Það er alveg mikið að tíma, sko. Hvað er það? Já, maður er þolinmóður í, þú veist, réttum aðstæðum. Eins og... Ég menn ekki þegar maður er að panta, þú veist, Subway eða eitthvað. Já. Þú veist, þá er maður ok, maður er ekki fara að vera þegar krakkar er að spyrja manna einhverju heimskulu. En nei, þú veist, af því að það eru börn. Þú veist, maður þarf að vera þolinmóður. Have you ever had a dream if you could have, when you... Ok, þetta er alveg satt. Ég myndi náttúrulega aldrei vera óþolinmóð ef einhver var að afgreiða mig og ég bara, skanna þetta hraðar, helvíti, þú veist, nei. Gleymdu hugmyndinni, en ég er ekki þolinmóð, þú veist, eins og ef ég er að segja að Loppa koma inn og hann er ekki að koma að þinn feitur og nennir ekki að koma inn, þá er ég bara að röllaður inn Loppi, hundgerpið, gotu inn er hlutið, handskotarshundur. Það er svona ákveðna aðstæður, jú, vinnur þrautir allar, það er alveg rétt, sko, maður þarf að vera þolinmóður. Nei, heyrðu blár. Hvað er, oft byrjar málsáttur og oft byrjar málsáttur og oft. Þetta finnir. Mamma, what the fuck? Oft byrjar málsáttur og... Nú! Þetta er mjög satt. Við þurfum ekki að rýna í þennan. Hann byrjar oft og oft. Já, hann byrjar oft og oft. Oft byrjar málsáttur og oft er mamma... Tökum við með áfram. Nei, þetta er personal favorite of mine. Þetta er personal favorite. Þetta er það sem James Hetfield sagði, basically. Ok. Bílur hæst í tómri tunnu. Já. Þetta er Empty can rattles the most. Er þetta ekki það sem að Friðrik Ómar sagði þegar hann vann söngvakeppnina 2008? Sagði hann þetta? Já, Mercedes Club, ég segi hei, var að syngja með svona trommur. Ég maður eftir og þeir eru greinlega búin að vera eitthvað, minni mig, leiðilegi við Friðrik Ómar og Regína Ósk og eitthvað. Svo unnu Friðrik Ómar og Regína Ósk og þá sagði hann það bylur hæst í tómri tunnu sem er pínu svona sá sem best síðastlæðir og bara tunnunar eitthvað eru fucking empty. Fuckers. Mér fannst það cool og ég elskar að málsátt að það er líka alveg satt, þú veist, stundum heyrir maður fólk bara vera bullshit eitthvað sem veit ekki. Já, bara þú veist ekki neitt shitið og þú er bara bullshit eitthvað það. Þú veist, fattar mig. Þetta er góða málsáttur, sko. Þetta er drullu góða málsáttur. Þessi fyrir ramma upp á vegg, sko. Nei. Þú getur brotið sem að þvottið meðan þú horfir á málsáttin. Meðan ég horfi á málsáttin? Já, þú verður upp á vegg. Ég veit ekki hvað Þetta hljómar eins og eitthvað skemmtun frá 14. Ég meina, er þú ekki svona fornaldarhjarta? Ekki það er gaman. Ég fekk grænan. Það er einhver fucking krakkar að leika sér úti, sko. Ari minn. Mega leika sér úti, það er sunny day í dag, sko. Í mitt, snjór alveg staður. Ari! Úgeðslegur dagur. Já, hvað skilur bara renna sér í snjónum? Oh my god. Heyrðu, þessi er frábær. Þú hatar kapitalisma, eða ekki? Ég er ekki stór fan. Margur verður af aurum api. Þessi er góður. Er þetta ekki svona, þú veist, sá sem að mikið peninga eitthvað fannst svona mikil mjög brjálæði? Hann er svona eins og Trump eða eitthvað. Og Elon Musk. Jú. Góðum að við erum ókslega ekki að biljónu, við ætlum ekki að hjálpa fátæku fólki, við ætlum að vera ógislegur og byggja okkur fucking... Skulum kaupa allt og setja lög til þess að drepa alla. Ari, ok, þetta tók skarpa uppeyju. Vá, ég á svo mikið pening, nú get ég loksins fokkaði minni hlutahópum. Ég fekk mér að fyrstu billjón. Ég ætla að dreipa transfólk. Fokkin hell, sko. Ég elska þetta. Ég elska heila í páskaði þátturinn okkar sem farin út í þetta. Bara eitthvað svona, bara eitthvað sull. Þetta er góður. Ef þú vinnur nógu hart að þér, þá getur þú líka fengið þína fyrstu billjón.
fuck off. Það eru þú veist, hvað eru til margir bíljónamæringar? 50? Ég veit það ekki, maður. maður. Heldur að Pállinn á horninu sé að fara að vera bíljónamæringur því að vinnur hart? En já, allavega þetta var svo sannlega málsáttur og Ari með sín pólitísku teik eins og alltaf. Dragðu? Já, dragalíð. Og hver mann eftir stelpunum, sko. Þetta er svo best, þetta er svo Ilmur Kristjánsdóttir. Ég vona að fólk hefði séð þess að þætti. Ég vona að fólk veit hvað við erum að segja þegar við segjum alveg í þessu. Það er hann að Ilmur Kristjánsdóttir var að leika gæluna með ofnæmi. Já, Ilmur, já. Já, hún var að leika gæluna með ofnæmi sem var alltaf að kaupa sér koffin og sojalatte. Eina lífræna döðlu. Koffin og sojalatte. Hún mátti ekki vera inn einu fötum að því var ofnæmi fyrir öllu. Ég get ekki. Hvað heitir þessi ljóshæra sem sem var í þáttunum, Guð, það voru nokkra ljósæri þættir, sko. Oh my god, hvað heitir hún? Oh my god, hún var klippikona í einhverju skets. Já, Nína Filippusdóttir eða eitthvað. Heitir hún það? Nína Dögg Filippusdóttir, eða ekki? Það getur verið, ég man ekki hvað hún heitir allavega. Og lék hún ekki Vigdísi í þáttunum? Jú, hún. Jú, já, ég held hún heitir Nína Dögg. Já, hún er fucking fantastic. Það finnast að manneskja sem sé í þessu þáttum. Nice life. Fórstu til aðra klippikonu? Ég sé hvort nýbúin í klippingu. Þú komst ekki mín. Have a nice life. Fuck you, bitch. Oh my god. Nei, sko, við horfum á stelpunar á repeat þegar við vorum lítil. Þetta er svo góð maður. Þetta er svo fucking have a nice life. Have a nice life. Hvað segirðu, málsættir? Já, málsættir. Heilaður páskaþáttur. Heilaður Adam og Eva. Ari. Adam og Eva. Eplið. Þetta sjaldan fellur eplið af eikinni eins og Adam og Eva. Af hverju þetta málsáttur sann? Sjaldan fellur eplið af eikinni því að þú veist, epli vaks ekki á eikum. Hvað meinar? Jú, eik er bara tré. Já, en er það eplatré? Ég meina það er tegundatré sem vaks úr epli á. Já, en eik er alveg lóki ekki eplatré samt, sko. Eplatré getur örugglega verið úr eik. En Adam og Eva, ok. Hvað ertu að tala um? Páskana, maður, hvað er með málsættin? Árinu kennir illur ræðari. Heilaga almenna kirkju. Heyri Sigurður Dominus Patri, Sincus Manus. Heyri Dominus Patri, Sincus Manus. Jesus! Samfélag heilara, fyrirgefningu syndana, festi við upprýsa mannsins og Pontius Pilatus. Við kunnum svo trúa jáninguna. Ég man ekki hvað það er. Það er þarna, ég trú á Jesú, kirkju, Trú á heilan skapara, himins og jarðar. Ok, hvað sagðirðu? Árinni hvað? Árinni kennir illur ræðari. Árinni kennir... Nei, sko, ok, þú veist, ég meina við erum að vera smá dicks hérna. Við erum að vera pínu dicks, við slætum að dicks. Ef einhver er trúar, þú veist, ég hati ykkur ekki, sko. Nei, you go girl. Ég bara, þú veist, alls ekki. You go Glenn Coco. Nei, ef þið hatið ekki fólk og eru trúið, þá er ég bara vinurinn. Ef þú ert trúið... Ef þú ert trúaður og hatar minnihlutahópa, þá getur fokka þér. En ef þú ert trúaður og ert bara minding your own business, then you go girl. Þú veist, ég meina... Go piss girl. Harry, ég meina, þú veist, fólk má vera eins trúið og vill. Við erum að vera smá dicksina, þannig að við sorry með það. Ef þið eru trúið, þá elsku við ykkur, sko. Já. Nei, ég hef ekkert á móti trúið fólk. Nei, guð, við erum bara... Nema ömurlegu trúið fólki. Við erum bara að vera trúleysingjar og ekki með filter á milli heila og munns, þannig að, þú veist... Gamla góða bara. Harry! Ég var að segja að okkur vanti filter á milli heila og munns stundum. Það er engin filter í hann á milli. Það bara gerist ekki. Það fer bara allt út það sem við hugsum, sko. Já. En já, þú fékkst einhvern málshátt. Árinni kennir illur ræðari. Árinni kennir illur ræðari? Heyrðu, ég veit hvað þetta þýðir. Já, það var allir hitt hana málshátt. Já, hvað heldur þú hann þýðir? Hvað heldur þú hann þýðir? Árinni kennir illur ræðari. Já, þú veist, sá sem er, þú veist, með ár. Að róa bátnum. Sem er að róa bátnum illa. Hann alltaf kennir árinni. Já, þetta er fucking árin að kenna að ég er að róa illa. Þetta er ekki mér að kenna, skilurðu. Þetta er fucking pólverum að kenna. Ég get ekki fucking að tala við konur. Ari, stopp. Þú ert svakalegur í dag, sko. Góður, sko. Þetta er svona, þú veist, þegar eitthvað er augljóslega þér að kenna en þú kennir öll öðrum. Þetta er tungi grey, skilurðu. Fuck off. Það er græn á mig. Oh my god. Það eru náttúrulega fleiri grænir heldur en bláir. Fáir eru smiðir í fyrsta sinn. Er þessi góður? Þessi góður. Fáir eru smiðir í fyrsta sinn. Já, ef þú ert að gera eitthvað í fyrsta skipti þá. Þú veist, þú ert að gera eitthvað í fyrsta skipti og gerir ekkert fullkomlega, skilur. Þú ætlar að smíða skál í fyrsta skipti. Ég meina þá ert ekki orðin, Smíðum að skálar? Já.
Já, ok, Ok, hús. sorry, ef þú ættir að smíða þú veist grindverk eða eitthvað þá Hvað? Ég veit ekki með Þú ert ekki bara smiður í fyrst skipti sem þú gerir það Nei, þú veist ekki hvernig þú átt að smíða grindverki nema þú fær leiðbeiningar að gera það oftar og æfingi skapa meistra, þetta er ekki svolítið svoleiðis Æfingi skapa meistra Þessi var góður Við erum að rýna svo vel í þennan, Ari Við erum að rýna vel í þennan Það er næsti, Ari ætlar að draga Let's go, Ari Mikið að grænu núna Við erum að draga mikið að grænu núna Þeir eru líka töluvert fleiri, en það er bara gaman Sjaldan veldur einn þó tveir deila Sjaldan hvað? Sjaldan veldur einn þá tveir deila Sjaldan veldur einn Þetta, þú gæti verið að lesa, þú veist Þetta er bara svona Gamla testamenti fyrir mig Hefur einhvern veginn verið að lesa svona fræðilega háskólateksta? Ég er ekki oft í því hana mín Nei, þeir lúka svona Þú ert bara að lesa einhver svona orð Sjaldan veldur einn þá tveir deila Sjaldan er ein báran stöð Er þetta mjög handast eða? Nei, þetta er Sveinn og djúpunum maður Sjaldan veldur einn þá tveir deila Já Ég fatt þetta ekki Ég held ég fatt þetta Sjaldan veldur ein Þú veist, þú ert ekki með valdi Ef við erum að rífast Þá erum við, nei Ef maður er tveir að rífast, skilurðu Það eru tveir að deila Það eru tveir sem standi í deilum Það er ekki bara ég að rífast við þig Þú ert líka að rífast við mig, skilurðu It takes two to tango Jú, hvað skilur það þannig? Þetta er svona, it takes two to tango dæmi. Ég er samt ekki viss, þannig að Ég meina, ef þetta er ekki það Þá getið þið bara sagt okkur hvað það þýðir Heyrðu, ég var að hlusta hann 2 hálfvita að tala saman í gær Þannig að Þau voru eitthvað að rýna í málstöðu, við veit ekkert hvað að segja maður En þannig að þið getið sagt okkur hvað það þýðir á Instagram Eða, þú veist, ekki bara... Heyrðu, já, þú veist, okkur finnst mjög gaman Þú veist, þegar þið sendið okkur eitthvað á Instagram Endilega, Já, þú ég veist, fucking- ekki vera hrætt við það Nei, ekki vera hættu að senda okkur Það er Við mjög erum næs að náttúrulega- heyra, Við þú erum veist. stórhættuleg, sko Ég er stórhættuleg Stórhættuleg Gamla góðri tjókætti hana Nei, það er mjög sætt að ykkur Og já, vermi hjarta mikið, sko Ég fæ svo mikið verm í hjartað, sko Nei, ég fæ alveg bara svona Líka bara ef þið erum með einhver uppástungur eða vilji bara segja eitthvað heimskulegt við okkur þú veist, Gauður, við elskum heimskulega hluti bara, þú veist, þeir með pappabræðara Án jokes Líka bara ef þið viljið að við tökum eitthvað topic fyrir Ekki hika við að senda á okkur Af því, þú veist, við erum hérna til þess að valda áhuga Skemmta fólkinu Nei, við erum hérna að valda áhuga Nú erum við til þess að valda því að Hvað heldur að Fannar Halldór sé núna? Ari Sorry, ég Ég veit jafn mikið hvað hann er og Geirfinnur og Guðmundur Ha, ég bara, þú veist, ef ég fæ svona hugmynd í hausinn ég verð að Þú tala verður um að það, vita Og maður getur svona þess að maður horfa á mynd Ég hef hort á myndir, Ari Og maður sér einhver leikara Þú veist, ég þarf að stoppa myndina til að googla leikaran til að viti hverju öðru hann leik Svo ég viti hvaðan ég kannast við hann Já, já Að ég get ekki hort á þessu mynd að ég veit ég kannast við hann Hann leik í einhverju En hvað voru að tala um? Ég þarf ofta að stoppa myndina bara ef eitthvað sem ég þekki ekki bara til þess að gá hvort hann hafi sagt eitthvað slæmt þú veist, svartfólk eða gyðinga eða eitthvað Já, ég er til þess að vita hvort ég vilji horfa á myndina ég hef ekki gert þetta áður En ég hef hægt að horfa á fólk sem hefur komið eitthvað svona sem hefur komið frétt Já, Það kemur í fréttina bara þessi er ógstlegur og perrir og eitthvað Ég er ekki frá að horfa á mynd með einhverju sem hatar alla aðra Nei, alls ekki En þannig að, já, endilega komið uppástungur bara Við erum hérna til að valda áhuga ykkar á öllu Skrifaði hún, ég tók bláan Sjaldan fara sköllóttir í hár saman Það er eitthvað að Ég fæði bara Tyrkland, sko Ari Nei, er það ekki Turkey Teeth? Nei, maður fara allir í háríkvæslu Já, einmitt, það er samt alveg cool Mást ekki áramótsketsanum Jú, Þau auðvitað til Tyrklands og stóðu svona 15 sköllótti gurar upp Ok, Ari, mér er samt sko Þetta er svona eins og með lítadaðgerðir eða fyllingar eitthvað, ég er bara svona, ef þetta lætur fólk líða betur then you should do it Já, nei, ég er ekki að segja það Ég er bara að segja Ég veit, þú ert ekki að segja ég veit að þú ert ekki að segja Ég er bara að koma því á framfæri svo fólk vita að við erum ekki að dæma það Já, endilega Þú vilt fara í hárigræslu, fara í fokkin hárigræslu Ef ég var í sköllótt, þá myndi ég að fara í hárigræslu skilur Ég hef oft pælt í hvort ég vilji varafyllingar en þú veist, ég held ég gera það ekki samt Warfyllingur Já, en sjaldan fara sköllóttir í hár saman, það er rétt Já, vá, ég samt fatt ekki Sjaldan fara sköllóttir í hár saman, þetta er bara mamma fokki Já, okkur í hár, þú veist, í áflokk Ertu að meina það? Hvað þýðir að fara í hár saman? Já, þú veist, svona konflikt, áflokk Ég veit það ekki Ég veit það Að fara í hár saman, það er ekki eitthvað svona að fara að skipuleika eitthvað saman eða eitthvað Nei, ég veit það ekki Sko, þú gæti verið að spurja skjaldböku að Gamli, þú las Gísla Súrsson Heyrðu, tökum næsta málsótt Já, þú Þetta er ógeðslega skemmtilegt, ég elska að vera bara eitthvað að draga málsætti hérna að sitta á hvaðari Þetta er actually meira gaman í heldur Já, þetta er meira gaman í heldur, þetta er heilagi Pasku þátturinn okkar Heilagi Markús eða hvað sem heita hann á lærisveinarnir Ari, hvað? Alltaf þegar við fyrir að gera lærisniðar Ég er bara eru lærisveinar í matinn? Lærisveinar raspi Lærisveinar raspi Heyrðu, þú fyrst bláan Ég fekk bláan
Betri er einn fugl í sósu en 2 í fristi. Hvað? Hvað er hann að segja? Betri er einn fugl í sósu heldur en 2 í fristi? Hvað meinarðu? Hvaða boðskap eigum við að taka út af þessu, skilurðu? Bara ekki, heyrðu, nota það sem er til, ekki hafa þetta í fristinum, kannski er þetta það, kannski er nú að segja okkur að nota það sem er til. Ég meina, ef maður er í sósu, þá getur maður alltaf klifrað upp úr sósunni, en þú veist, ef maður er frosinn, maður getur ekki hreift sig. Ari. Ég veit ekki. Hún er örugglega að tala um að við hefum ekki vel að kaupa eitthvað nýtt, við hefum frekar að nota það sem er til í fristinum. Hvernig færðu það út af þessu? Sko, mamma 3 frystikistur er alla fullar af einhverjum dýrum, skilurðu. Það er satt. Hún er örugglega að segja okkur að nota dýrin sem er í frystikistunni í stæðan fyrir að vera að kaupa fullt af einhverju nýju shiti. Smeltlýs í sósuna, hætti að láta við... Nei, hún er örugglega bara að fokka eitthvað í okkur. Ég held að þessi bara að skrifa eitthvað, sko. Safir frá töluna. Oh my god, þetta passa vel. Mamma er náttúrulega, sko, mamma, hún er Spákona og norn. Mamma er iconic. Hún er sko með svona ógeðslega stórt mikið krulla hár og hún spáir fyrir fólki. Hún er svona spákona og þú veist, hún er smá norn, skilur, hún er fucking slay. Hún er norn, sko. Og hún er líka skegg, sama hvað þú segir, Ari. Já. Ari trúar ekkert vola mikið á okkur svona yfir náttúrulega hluti. Hvað er að tala um? Það eru páskar, ég er mjög trúaður. Draw the malls out. Ok, heyrðu, nú ætla ég að draga malls out. Ég dró grænan. Glögt er gests augað. Þessi er erfiður í tunguna. Glögt er gests augað? Glögt er gests augað. Mér finnst þess að ég eigi að vita hvað það þýði, en ég næði ekki alveg. Ég held sem þetta, þú veist, ok, þegar þú ert í þínu eigin umhverfi, ok, ég bý hérna, ég er ógeðslega vön umhverfinu mínu og ég er bara svona, þú veist, er svolítið samdauina mínu umhverfi. Svo kemur þú í heimsón og þú tekur kannski eftir fullt af hluti sem ég er orðin samdauna með og tekur ekkert endilega eftir. Þú svona gluggur er gests auga. Þú svona, já, heyrðu, ertu með þarna blóm þarna uppi? Ég bara, blóm, það er okkur dögt, ég veit ekki eftir blóm. Þú veist, eitthvað svona. Ég er ekki að skoða bara umhverfið fyrir hindir eitthvað. Þú ert með augu, Ari. Mamma náttúrulega heldur bara að þú veist bara, systir mín er að fara að koma heim svo þú voru að ryksu að klósetti hinum einn af því að hún gæti rent þumlinu sínum eftir gólfinu og fengi smá rík á hann. Okay. Þetta er mom logic. Ég munur sko... Og okkur maður tala mikið mömmu Þegar mamma er slei, hún bjóð til málsætti. Já. Glögt er gests augað. Hver er gestur? Gestur. Og hvað er hann að glögga alltaf? Prestur? Gestur. Verstur? Alltilega, heyrðu, Ari. Hvað erum við að segja? Ég veit ekki, við erum komin eitthvað út á sporinu, sko. Og ég gera. Þú ert að draga, sko. Heyrðu, hvað er með hann? Ari dró bláan eins og fokkin alltaf. Hvað er svo fyndið? Hvað? Fermt barn forðast prestin. Oh my god. Þetta er þetta gott. Hvað? Er þetta eitthvað nýtt take á brent barn forðast eldin? Og er það actual málsláttur? Ég held að það sé actual málsláttur. Brent barn forðast eldin eða eitthvað. Fermt barn forðast prestin? Þetta er þetta fyndið, Guýr. Er þetta ekki bara því að, þú veist, þegar maður er hún fermdur, þá er maður ekkert eitthvað að fara í kirkju, sko. Það var bara nú er ég búin að fermast og fá pening og gjafir, þannig að núna nenni ég ekki lengur í messur. Eða, Ari, nei, já, eða hvað? Eða hvað? Bara eða, skilur þú? Eða hvað? Nei, ég bara svona segi. Er ekki alltaf svona brandarar presta, skilur þú? Jú, kaþólska presta. Ari, nei. Já, jú, það er þannig. Ari. Maður er að passa krakkarinn kringum þessa presta, sko. Ari, ok, stopp, nú erum við hætt. I'm cutting you off. Heyrðu, þetta er málsótt. Já, ég legg málsótt. Ég fekk græna. Heyrðu, þetta er bara eitthvað þema. Þú fær blá og ég fær græna, sko. Drjúg eru morgunverkin. Heyrðu, ég hef heyrt pappa segja þetta svona 500.000 sinnum, skilur. Já, alltaf segja eitthvað. Drjúg eru morgunverkin. Væna mín, vaknaði nú í fjósið. Við ætlum að fara að mjólka kýrnar. Drjúgur morgunverkin. Er það komað svolítið fjósið? Máina spákvort. Er það fyrst að vera þeima? Já, spákvort að vera til að koma með mér út í fjós. Mjólka 40 kýr. Kanski gefa þeim öllum fóðbættir og hei og mögulega þrýfa tankinn og... Stundum lendir maður í svona sidequest með pappa. Pappi er sidequest. Er að kíkast með mér út í skúr. Ég elska pappa sidequest. Það er að hjálpa mér með veit. Og maður endar á því að vera að gera eitthvað í 3 klukkutíma með honum. Ég elska pappa sidequest. Ég maður þegar ég og Gunni vorum eitthvað heima, hann bara eitthvað, heyrðu kannski kíkja með mér aðeins niður í fjárhús. Fórum niður í fjárhús. Heyrðu, við vorum að tróða fucking rúlluplasti í póka í 3 klukkutíma, sko. Já. No joke. Þetta bara, þú veist, það var samt alveg gaman. Við vorum alveg að hlusta á Dire Straits á meðan, sko. Ok. En já, drjúg eru morgunverkin. Hvað þýðir eftir drjúg? Bara drjúgur. Ari, þú veist að þetta páskaegg, sko.
Új bara, ég fæ sko klíu á þessu smjatti. Drjúg á morgunverkin. Ég held að drjúg þýðir svona eitthvað sem að... Bara eitthvað drjúg, það mikið. Já, þú veist, ef þú byrja snemma, þá kemur meiri verk af því að ef eitthvað, þú veist, þú þurfum að gera svo mikið. Allar miklu, sko. Já, þú veist, þú þurfum að gera mikið en við þurfum að byrja snemma og get it over with. Ég held það, ég ekkert voðalega góð íslensku þannig að, þú veist, slei. Ok. Þetta allavega málsáttur. Ari að draga. Ég ætla að draga. Nei, heyrðu, franskuti, fékkstu grænan? Það fætt grænan. Grænan. Aldrei Ari, fucking lestu málsáttin. Ari, lestu bara málsáttin. Real boy. Aldrei góð vísa of oft kveðin. Ok, þessi er samt alveg góður, bara ógeðslega basic. Aldrei góð vísa of oft kveðin. Aldrei soðin ísa. Oft beðin. Þetta er svo fucking satt. Oh my god, fucking soðin ísa með hamsatólku og einhverju Új bara Fucking ógeðslega. Við náttúrulega traumatized eftir skóla, eftir mötuneytin. Grunnskóla því að þau gerðu bara það var soðin ísa 5 sinnum í vikuna. Soðin ísa 4 sinnum í viku. Prófðu þessu fyrir raskat að okkur. Helvitin ykkar. Óætt soðin ísa. Já. Hvað sagði, stóð oft góð vísa, oft kveðin? Nei. Oft soðin ísa. Hvað stóð? Ég fyrir veislu. En já, góð vísa. Ég er búin að henda málstættinum eitthvað. Já, góð vísa ekki nógu oft kveðin eða eitthvað. Heyrðu, þessi er græn. Ég fekk grænan, ótrúlega satt. Ágirnd. Á hverju fæ ég svona erfið orð, Ari? Glögt. Ágirnd. Ágirnd vex með eyri hverjum. Já, þetta er gott. Þessi er góður. Er þetta ekki bara svipaður og margur verður með aurum api? Jú, þetta er ágirnis. Þú ágirnis meira ef þú fær meiri í auðra, sko. Já. Þá erum möguleikar að kaupa meira. Við erum aftur komin í Trump og Elon Musk. Já, bara ég hef fullt af peningum. Heyrðu, ég ætla að kaupa þetta hús hérna. Og ég ætla að kaupa 5 í viðbönd. Ég ætla að selja eitt á 500 milljónir. Ég ætla að leigja hinn á 300 skall á mánuði. Minimum. P.O.V. Þú ert leigusali á Íslandi. Ántjóks. Og í staðinn fyrir að betrumbæta samfélagið með peningunum mínum, þá ætla ég að kaupa upp allar íbúðir og selja þær á 5-falt verð. Svo engin ungur geti keypt sér húsnæði. Þetta er svo fucking satt. Þetta grínast eða? Ágirnd í þessu gerpum. Ántjóks. Ég er minn hætt að drullu við hérna fólk og fara að draga mála. Ég er ekki að drullu við venjuleg fólk. Nei, reyndar ekki. Ég fekk grænan. Það er að fá grænan. Low key slay. Ég hef séð þennan áðan, ég hata hann. Ok, hvað er það? Margur heldur mig sig. Hvað í fokkanum? Ég hati hennar málsátt. Hvað þýðir þetta? Ég skil hann ekki. Margur heldur mig sig? Og vill aldrei neitt segja mér hvað þetta þýðir. Margur heldur mig sig? Margur heldur mig sig. Hvað í fokkanum þýðir það? Ég veit það ekki. Ok, ég ætla að reyna að rýna í þetta. Ég hati hennar málsátt, sko. Ég ætla að reyna að rýna í þetta. Sko, margur heldur mig sig. Þýðir þetta að einhver annar heldur bara eitthvað, ef honum finnst eitthvað þá hlýtur mér að finnast það líka, bara þú veist, þú verður að vera með alveg eins skoðunar og ég, eða þú veist, þú verður að, já, því ég er svona, þá er þú svona líka, skilur. Kannski. Annars hef ég ekki hugmynd, ég get ekki drinkt betur þennan. Ég hati hennar málsátt, ég hef heyrt hann áður, ég fatt hann ekki. Þetta er bara svona svo óþjált mál, ég get ekki sagt neitt, málið mitt er ekkert eitthvað þjált, en ok, ég ætla að draga. Dragðu, áttu spaða. Áttu. Fucking drasl, ég fæ alltaf grænan. Sá skal væja sem vitið hefur meira. Sko, ég hef heyrt þennan líka áður, en hvað þýðir þetta? Sá skal væja? Hvað þýðir væja? Ekki hugmynd. Ok, þegar maður sem er svona vóg. Mér finnst ég eftir ekki alveg að geta vita hvað þið er, sko. Ok, þegar við vorum í skóla, þá var svona vóg með svona 2 skálu sikkur megin, skilur við? Já. Þú veist, það vægði þessi léttari eða eitthvað. Já, þyngd bara. Já, en þú veist, því þetta er meira léttari ef maður þá gáfaður að því maður vægir. Segðu þetta aftur. Sá skal væja sem vitið hefur meira. Já, hann kannski, sem veit meira eitthvað. Ætti það meira vægi í samræðunni, já. Já, nú fatt ég þetta. Ok. Þetta er góð rýningar. Hanna rýndir í málsáttin. Hanna komstu með það, sko. Gaman að pæla í þessu. Já, þannig að það vægi hann ætti að hafa meira vægi, þeim sagt, sem hann veit meira, eða þú veist. Já, þú veist, ég meina, já, ef Trump Þannig að ef Trump og Fidel Castro væri að tala mannréttindi, ég meina, þú veist. Fyrir Fidel hvað? Hann var eins og leiðtogi í Kúbu. Já, ég meina, ef við erum að tala mannréttindi eða eitthvað, þá myndi náttúrulega Fidel Castro hafa mikið meira vægi. Ari, þessi páskaþáttur gæti þess að haft yfirskriftina Ari rantar stjórnmál. Nei, ég er bara að segja. Herru, þetta var góð punktur. Ok, þú að draga. Áttu gósa? Ari, dragðu bara fokkin málsátt. Ég fyrir bláan. Ari fyrir bláan, en skrítið. Af hverju dragast þínir puttar af bláum? Takk þú bara bláan næst. Já, ok, ég ætla ekki að horfa við í burt.
Betra að horfa á Gunnar en ekki. Heyrðu, þetta er málsátturinn. Þetta er döm, sko. Betra er að horfa á Gunnar en ekki. Já, hann er myndalegur. Það er virkilega handsome motherfucker, sko. Og hann er skemmtlur. Hann er með fallet skegg líka. Flott bros. Hann er með flott bros. Hann er príðilegur. Hann er mjög príðilegur. Hann er smá kurteis príðilegur. Smá eins og John Lennon í útliti en samt bara miklu fallegri. Þetta er John Lennon, sko. Hann er fallegri John Lennon. Hann var eins og stoppaður við dynjanda. Oh my god. Bara, heyrðu, þekkið þið ekki? Shit, við vorum að ná í hundun okkar vestur á Firði og við stoppum við dynjanda til að leyfa honum þegar við vorum að kaupa loppa, sko. Stoppum við dynjanda fossinn og við vorum eitthvað að labba og það var einhver bara, einhver túristi sem labba á... Já, það var ekki slíkur. Nei, þetta var einhver túristi sem labba á móti okkur svona nikkaði Gunnar, svona, þeir löpum frá sem svo þekktust, sko. Já. Og Gunni bara eitthvað, var gett vandrarlegur og nikkaði tilbaka bara. Svo löpum við aðeins lengra, svo allt í einu kemur svona, hey, oh man, wait, do I know you? Og hann bara eitthvað, no. Og hann bara eitthvað, wait, do you know John Lennon? Bruh. Og bara eitthvað, Gunni bara eitthvað, no. Hann bara eitthvað, oh, you look just like him. Bara eitthvað, you're like the spitting image of him. Random gaur við dynjanda að stoppa Gunnar af því að hann hélt að hann þekkt hann. Já, okkur er þetta að þekkja John Lennon. Ég meina, hann dó sko 70 eitthvað. Ég meina, stundum glitsa maður smá í hausnum, skilurðu. Þannig að hann hefur kannski fengið bara eitthvað, ég þekkir það, þannig að fengið eitthvað smá glitt, skilurðu. Kannski var hann á einhverju. Nei, ég veit ekki maður. Það getur verið. Ok, nú ætla ég að draga bara bláan. Þetta er bláan bara. Ég ætla ekki bláan, af því að mér langar í bláan líka. Jesús. Hvað? Oft eru bílstjórar útkeyrðir. Það er náttúrulega ekki í lagi með þessa gælu, sko. Oft eru bílstjórar útkeyrðir. Þessi er þetta að finna. Þessi er þetta geggjaður, sko. Ég meina, það er fullt af bílstjórar sem keyra bara og lúlla svo í bílnum og haldur svo áfram að keyra. Hats off to them, skilur við. Já. Pappa okkar er bílstjóri. Hann er bílstjóri með meiru, sko. Hann er bóndi og bílstjóri og alls konar meira. Ari, betra er seint en aldrei. Betra er seint en aldrei. Þessi er klassik. Þetta er klassískur, sko. Og það er ástæða fyrir því. Þetta er góða málsvörður. Þetta er góða málsvörður. Það er betra seint en aldrei, skilur við. Þú veist kannski með ákvæða fyrir 10 árum en hefur aldrei komið í verk, skilur við. Svo ertu bara, heyrðu, ég ætla bara að gera þetta, skilur við. Gerðu þetta. Gæti verið gott. Í flestum tilvikum er það gott frekar en slæmt. Ég meina, ef einhver ég ætla að ná heimsifir á þeim. Ég gera það seinna, skilur við. Það er ekki gott, skilur við. Það er ekkit gott, sko. En ef þú ert bara, ætti ég kannski að fara og sækja mér menntun í ítölsku eða eitthvað, skilur við. Það geti verið gott. Það er endur alveg lóki sleið tungumál, sko, ef við pælum í því. Já, það mátt við. Herri, ég ætla að taka næsta málsátt. Herri, við eigum bara 4 Við eigum bara 4 eftir, Ari. Ég fekk grænan. Járnið skal hamra meðan það er heitt. Strike while the iron is hot. Járnið skal hamra meðan það er heitt. Já, þú veist að meðan eitthvað er heitt þá skaltu negla á það. Ég meina, já, þú þurft alltaf að smíða eitthvað úr járni og gleri á meðan það er heitt. Nei, þetta er bara strike while the iron is hot, þú veist. Já, en þú veist, er það ekki þannig að maður smíður járni og gleri, maður þarf að smíða meðan það er heitt? Jú. En hvað? Þetta er önnur merking í þessu. Ok, hvað er sú merking? Já, þú veist, já, ef eitthvað er í gangi þá skaltu, þú veist, negla á það á meðan nýta það er að gera. Svona hika saman og tapa dæmi. Já, þú veist, ekki hika, sko. Já, þetta er bara svona, já, af því þetta er heitt núna. Strike while the iron is hot. Já. Þú veist, ef þú strækar þegar það er ekki hot, þá gerist ekki neitt. Ok, þessi er góður. Þessi er actually banger. Slay. Banger. Heyrðu þú næst? Það er að taka bláan. Skíts er vonur rassi. Skíts er von úr rassi? Skíts er von úr rassi. Ok, ég meina, já. Hvað erum við að gera hérna? Mamma Gæti verið að reyna að finna mér eitthvað flottan ferilí, þú veist, ég veit ekki, auglýsingum eða eitthvað. Nei. Ég meina, við getum alveg fara að auglýsa ef einhver vil hafa auglýsing fyrir þau, no problem. Ég meina, þú veist, það getur verið góð að auglýsa ef einhver vil hafa okkur auglýsing. Mamma hefur örugglega hort aftan á kýrnar og verið bara ég á vona þér fara að skíta. Skíts er von úr rassi. Þú veist, það er alveg vonað því að komi skít og raskatist. Ég er ekki meina að segja svona að skíturinn vonast að komast út úr rassi. Nei, þetta er meira svona, þú veist. Jú. Nei, ég horfa á þetta svona, þú veist, þetta er svona, já, þetta er raskat. Honum er von úr rassi. Já, ég rýni þetta þannig, bara eitthvað, já, þetta er raskat, þú veist, það kemur skítur úr húnum, of course. Nei. Þú veist, já, þetta er auga, það kemur tárur því, þú veist, it's supposed to be, þú veist, þetta er svona, þú veist. Ég held að það sé meira svona. Við hverju bjóstu þetta kind of dæmi? Já, raskat, úr raskati kemur skítur. Já, úr raskati kemur skítur. Já, við hverju fucking bjóstu, skilur, þú veist, þetta er þannig. Jú, það er reyndar mega með sens, ég er sammálaður. Þú? Það eru 2 málsættir eftir, 1 blár, 1 græn. Hvort það er taka bláan að græn, þú mátt velja. Viltu rauðu pilluna eða bláu pilluna? Gaur, við erum ekki að fara að taka eitthvað svona Matrix Manosphere dæmi, sko. Ekki, ég hata Matrix, þetta fucking tengt við Manosphere. Það er svoleiðis, sko. Það er einn besta mynd sem við gerð, sko. Ég hef ekki séð hana.
Það er líka trans... Eins og kom í ljós í spurningakenni, guðminn almáttur. Það er líka trans-systur sem direktuðu þessu myndum. Oh my god, og er þeir bara eitthvað, við erum að móti transfólki. Þeir eru það heimskir, eða fatt ekki að þú veist, að hvað þetta eru fucking ekki, þú veist... Þeir eru svo heimskir. Svona þannig myndir. Þeir eru svo heimskir. Svo heimskir, sko. Holy shit, maður, þetta er erfitt, sko. Eins og ég segi, skít sem vonur rassi. Skít sem fucking vonur rassi. Ég meina, við hverju þetta búast. Þetta er góða málsættur, sko. Þetta er actually geggjaður, vonar málsættur. Já, já. Ok, ég taka bláan, það verður 2 eftir, og ég taka bláan að grænan. Þetta er bláan. Ok, ég vil taka hana bláa. Já, já. Hamra skal konuna meðan hún er heit. Það er ekki allt í lagi með þessa konu, sko. Það er svo mikið tilvílun að þetta kom í röð samt. Þetta hefði getað komið hvena sem er. Nei, ég var að lesa málsáttin Hamra skal járni skal hamra meðan heit. Almáttugur minn. Ekki allt í lagi, sko. Líka bara gauður, við varum með 38 fokkin málsætti í krukku eða skál. Skál. Þú veist, þessi kom í röð. Járni skal hamra og hamra skal konuna. Þetta er þetta crazy, þetta kom bara beint á eftir. Þetta hefði getað komið á hvað einasta moment sem er. En já, hamra skal konuna meðan hún er heit. Hvað áttu það bara að hætta hamra hana og hún hættir að vera heita? Nei, á meðan hún er heit. Já, meðan hún er heit, skilur. Ég meina, þú veist, ok, ég meina, þú veist Nei, ég meina, kannski finnst þér eitthvað gælla vera... Þetta er bara mamma að vera sérstök. Kannski finnst þér eitthvað gælla heit núna, skilur. Svo eftir 5 ár finnst hún ekki vera heit, skilur. Ertu bara, ég hef þetta hamra meðan hún er heit. Já, meðan hún er heit. Já. Hamra skal konuna meðan hún er heit. Meðan hún er í, þú veist, heitum hömsum. Heitum hömsum? Skilur mig. Með heita lendur. Ok. Lendur? Oh my god, lendur? Ég hef ekki heilt orðið lendur í 10 ára, sko. Það er ekki rínast í mér það. Já, ég meina, þú veist, heyrðu, þú fær seinasta málsáttin. Damn, bro. Míl heiður. Já. Takk fyrir það. Ekkert mál. Síðasti málsátturinn er græn. Ok. Ber hver að baki nema sér bróður eigi. Heyrðu, hversu slegja þetta var seinasti málsátturinn? Ber hver að baki nema sér bróður eigi. Þú ert bróðir minn. Tralalalala. Ég skildi ekki. Ber hver að baki nema bróður eigi. Þú ert í rauninni berskjalda nema og eigi bróður til að verja þig. En ég ætla að gíska á að komi frá, þú veist, þegar það var alltaf að vera að hefna hvers annars. Já, frá, þú veist, vikingöldinni eða? Já, þú veist, þessi draf þennan, heyrðu, þú átt bróður sem að getur hefnað þín. Ég get hefnt. Ef einhver myndi drepa mig, þá myndi þú hefna mín, eða ekki? Með því að drepa þann sem draf mig. Ef við værum á lífi, þú veist, 1100, já. En þú veist, þetta er svona, bera hver að baki nema bróður sér eigi, skilur. Þetta er svona, þú veist, á meðan ég hef bróður, þá er ég ekki berskjalda, skilur. Já. Þetta er góður málsóttur. Þetta er það, það er gott að eiga 4. Já. Voruð 4. Akkur þetta er feng. Voruð 4. Já, þú veist, ég meina, þetta er fínt málsóttur. Þetta er góður málsóttur. Svolítið underwhelming fyrir síðasta, en þú veist. Underwhelming. Heyrðu, núna er borðið okkar fullt af opnum málsháttum. Vá, ég reyndar ekki séð svona marga málsætti. Þetta er bara, þú veist, þetta er eitthvað skemmtilega sem ég hef gert, að sitja hérna í stúdíunum með þér að rýna í málsætti. Þetta var stúpidli gaman, actually. Þetta var actually stúpidli gaman. Líka bara eitthvað, þú veist, að því að við erum svona fólk sem að... Við erum fólk, svo sannlega. Við erum ekki geimurur. Nei. Já, við erum svona fólk sem erum ekkert endilega að passa okkur alveg hérna á íslensku tunguna, þú veist, bara, við erum ekkert að tala eitthvað geggja góða íslensku tunga endilega. Jú, ég tala mjög vel þegar ég er að tala íslensku náttúrulega. Ekki ég. Ég sletti rosa mikið. Ég er náttúrulega sletti. Já, ok, reynda. Allir á Íslandi. Ok, það er satt. Nefnum að sért einhver Sigvatur sem býr í Afdal á Vestfjörðum eða eitthvað. Þú veist, þá náttúrulega... Sigvatur Kjartansson? Þetta er ekki mikið kannski að, þú veist, í enskunni, en þú veist... Haldið að Sigvatur Kjartansson að hlusta á þetta podcast. Það væri crazy. Það væri fucking crazy tilvíljun. Holy fuck. Hann er hægt að hlusta núna, ég er búin að skýta svo mikið í miðflokkin. Ari, stopp. Jú, mér fannst mjög skemmtilegt að vera að rýna svona í gamla málsætti, svona hefðbundna og óhefðbundna. Takk mamma mín fyrir þetta, innilega. Já. Hún er örugglega í hláturskrampa, ég þekki hann rétt. Hún er með svona tekjutilsljóð. Það heyrist aldrei í henni og hlær. Það heyrist aldrei í henni. Og ég er reyndar fæð það örugglega frá hinn. 100%. Þegar mamma hlær, þá heldur maður að sé bara einhver köttur að kafna. Það heyrist ekki í henni. Já, þetta var nú áhugavert, myndi ég segja. Ég ætla bara að leyfa mér að segja þetta að með því áhugaverðara topiki sem við höfum komið með, sko. Já, það getur verið. Nú allir komin með sjóðandi, brennandi áhuga á málsháttum. Já. Nú fyrir allir bara á páskadegi, ef þú ert að hlusta á páskadegi, þú getur verið að rýna í alla málsháttina sem fjölskyldaði fekk. Nú ætlum við að fara að rýna í þetta, svo Anna og Ari, besta podcast Íslands. Ég sé að mannstjátti þín.
Ég geðu, heyrðu þetta eitthvað með málsett sem Það er allir bara að gefa mig fokkin súkkulaði skilur Nei, ég heldur að fólki finnst ekki gaman að skoða málsett Jú, ég held að sko, það er alltaf fullt af svona gömlu fólki með bara hvað málsátturinn er besti partur X-ins Já, ok, það er ekki besti partur en ég held að fólki finnist mjög gaman að finna málsett í eginu sko. Það er alveg gaman að fá eitthvað svona spakmæli Spakmæli, gott orð Heyrðu, my man Það er gaman inn á skókan sko Anna, hættu að gera 5 þegar ég gerir fokkin nefa Þetta er orðið þingið okkar Þú gerir nefa og ég gerir 5 Þetta er bara vandrarlega sko, shit maður Heyrðu, talandi páskarrétt Það er búið að vera svolítið vont veður Páskarrétt Undanfarið Páskafrétt Já, það er eitthvað sem þú ert búin að fyrstu Ari er búin að prumpa svo mikið í þessum þætti Nei Það er bara frétt Ari Ég prumpa ekki Þú ert náttúrulega ekki með innefli Ég er svo pent Já, svo rosa pent og prumpar ekki Ég prumpa ekki Nei Það var ekki friki sem var í bekk með einhverju gælu sem að prumpaði einu svona accidentally tíma og fólk var eitthvað að hlæja og hún var svo vandrar og hún bara, nei, ég prumpa ekki Nei, í alveg það er náttúrulega bara vandrætt og segja ef þú heldur áfram að segja og það er ekki gett það Það heyrði allir í henni prumpa og fólk var að hlæja og hún bara, nei, ég prumpa ekki, þetta er ekki ég, þetta var einhver annar Þú veist þetta, ég get ekki svona sko En já, páskahrétt og páskafrétt og allt það fram eftir götum, skilurðu Hvað er að gerast? Ég veit það ekki En já, við bara vonum að þið njótið páskana og vonandi eru öll bara eiga ógeðslega indælt páskafrí og þið getið farið að rýna í spakmælinn í páskaeggjunum ykkar Og ég meina, þú veist, ef þið eru trúið þarna, þú veist, ég meina bara you go girl, sko Já, you go, skilurðu Go piss girl Nei, ég vona að þið er bara mjög helgan og ég vona að þú sér nálægt Guði á þessum degi, þú veist Nálægt Guði á þessum degi, ég er helganótt og páska, mjög góða páska Ég vona messan sé góð, páskamessan Ég farið í messu, já Vona bænin að vera góður í kvöld Það er þetta næst að hlusta sem á, þú veist Ég er enda að fíla páskamessu og jólamessuna sko Ég hlust alltaf að messu og jólunum þó ég sé ekki trúið Já, það er mjög næst sko Elska að hlusta á jólamessuna sko Nei, þú veist, þessi Guðs orðin í biblíunum og svona sem salmar eru alveg mjög falleg sko Já, þau eiga alveg við fólk þó það sé ekki trúað Það er margt í biblíunum og margir salmar sem eiga við þó maður trúir ekki og kenningar og svona sko Ég meina eins og presturinn í fermingunum daginn Mamma sagði að hún hefði verið bara tala um bara maður ætti að taka fólki eins og er Hún var mjög næst, hún var mjög yndisleg bara segja, þú veist, að allir með eiga rétt að þau vera alveg eins og þeir eru og eitthvað svona þetta á við okkur öll hvort þið séum kristinni eða ekki skilju Ég fílaði líka að presturinn var með hún var með bakpoka og bakpokin var bara pride flag sko Þú veist, presturinn Love her Og það var frekar cool sko Ok, hún er fucking absolutely icon Það var frekar næst sko En ég meina, þú veist, já, bara hvort við séu trúið ekki af hvaða ástæðum við erum að halda upp á páskana hvort það séu þetta trúilegar ástæðum bara því ykkur langar í súkkulaði og vilja eiga gott páskarsmið í fjölskyldunni Við bara vonum að páskana ykkur séu ógeðslega næs Jöp Og við bara Geti ekki sagt það betur Það er bara komið að loka með okkur Við bara sjáumst næsta þriðjudag Heldum að ekki bara Hress og skemmtileg Hress og skemmtileg Ok, bye